Já, velkomin að Rauðaborðinu, snemmsumars, það margt í boði hérna í kvöld. Hérna aftast í þættinum að þá kemur hann til mín Ragnar Hjálmarsson sem doktor í stjórnmálafræði. Ég ætla að tala með hann þýska pólitík, hann býr í Berlín. Kosningarnar til Evrópuþingsins settu pólitík Evrópulandana svolítið í samhengi og við ætlum að njóta þess hérna við Rauðaborðið á næstu dögum að labba svona og skoða hvert land fyrir sig. Nú komið að Þýskalandi og þar voru úrslit kosningarna voru ekki góðar fyrir stjórnarflokkana þrjá. Þar var það Alternative for Deutschland sem að vann mest á, flokkur sem skilgreindur sem svona ysta hægrið og með rótgróið fylgi í austurhluta Þýskalands. Ég ætla að ræða við Ragnar sem fjölfróður í stjórnmálafræði flokkana þarna, efnahagsástandið í Rússlandi, áhrif Úkraínustríðsins á stjórnmál í Þýskalandi og svona þær áskoranir sem að Þýskaland stendur frammi fyrir. Það horfir miklu dekkra út fyrir Þýskaland núna heldur en við erum vön að trúa. Eiginlega frá stríði hefur Þýskalandi verið stabilt land á hægri uppsveiflu en því miður þá staðan alls ekki svo núna og það reynir svolítið á stofnanir samfélagsins og ekki síst stjórnmálaflokkana að leiða út úr því. Ég ætla að slá á þráðinn í gegnum Zoom til hans Odds Eysteins Friðrikssonar sem myndlistarnemi í Noregi. Tilefni það að fyrir rúmu ári síðan þá var hann með útskriftarsýningu hérna úr myndlistarnámi í Reykjavík sem byggðist á því að biðjast afsökunar fyrir hönd Samherja á því sem að Samherji hafði brotið á fólki í Namibíu. Samherji var ekki ánægður með þetta og stemdi Oddi fyrir dóm í Bretlandi þar sem að Oddur þarf að verja sig og það svolítið ofurefli sem hann á við, Samherji á digra sjóði og djúpa vasa. Oddur á námslánum, býr í Bergen, þar í framhaldsnámi, á erfiðleikum með að svara þessu. Ég ætla að fara aðeins með honum yfir sögu þessa máls og kannski spyrja hann aðeins út í stöðuna hvað gerir listamaður sem að stígur á svona sárar tær að Samherji notar allt sitt afl til að sparka í hann tilbaka. Það hafa verið fleiri dauðaslys í umferðinni á þessu ári heldur en bara Guð má vita síðan hvenær. Ótrúlegur fjöldi fólks sem hefur látist í umferðinni. Björn Þorláks ætlar að fá hingað hana Þórildi Elínu Einarsdóttur frá Samgöngustofu og ræða þetta aðeins, hvort að ástæðan sé sú að veginir okkar þola ekki álagið. Hvað það sem að veldur því að svona margt fólk að missa lífið í umferðinni? Það hefur verið rætt svona undanfarið og raunverulega ekki bara undanfarna daga heldur undanfarið misseri og ár veika stöðu drengja í skólakerfinu. Ég ætla að fá hann Ragnar Þór Pétursson kennara hingað sem var þar til fyrir skömmu formaður Kennarasambandsins og ræða stöðu drengjana. Eitthvað að drengjónum, eitthvað að skólakerfinu, eitthvað að samfélaginu? Og hvað má ráða svolítið að þessari umræðu. Það ekki endilega gefið að þessi umræða sé endilega til þess að draga fram vandann og finna lausnirnar. Það hún líka knúin áfram af fólki sem vill nota krísuástand til þess að ná tilteknum breytingum fram í skólakerfinu. Ég ætla að vona það að við Ragnar náum svolítið að tala þetta, horfa svolítið vítt yfir. Það hefur líka verið átök skólakerfið áratugum saman í meira en hálfa öld þar sem hafa tekist á sjónarmið að skólinn eigi að vera opinn og þjálfa krakkana upp í því að lifa í opnu lýðræðislegu samfélagi eða hvort að skólinn eigi að vera vettvangur þar sem að við tróðum tiltekinni menningu, tilteknum viðhorfum, tilteknum menningarheildum inn í krakkana svo að þau séu betri í því að viðhalda samfélaginu eins og kannski sum okkar ólust upp í og sum okkar vilja halda því. Ég ætla að vona að verði áhugavert samtal mitt við Ragnar Þór hér á eftir mikilvægt mál sem að ég veit að margir hafa áhuga á. Þetta það sem við ætlum að bjóða upp á samstöðunni í kvöld. Eins og vanalega þá bendi ykkur á að allt sem við sjáum hér og heyrið í boði áskrifenda. Það eru svona eitthvað staðar kringum 40.000 manns sem að horfa eða hlusta á þætti samstöðunnar í viku hverju. Tæplega 1300 þeirra eru áskrifendur og eru raunverulega að
borga fyrir efnið fyrir alla hina. Ef þú ert ekki ennþá orðinn áskrifandi þá hvet ég þig til þess að velta þig fyrir þér hvort það sé snjallt að slást í hópinn og vera í því liði sem hefur byggt upp samstöðuna á undanförnum misserum. Samstöðin vill þróast áfram en nú erum við að gera plön það að taka hér inn aukna fréttir, taka inn fréttir í sjónvarpi og útvarpi, allavega kvöldfréttir til þess að byrja með, stefnum að því að ná því kannski snemma í haust. Einn liður í því, þeim ráðagerðum að kanna hvort okkur takist að fjölga áskrifendum svo að við höfum þrek til þess að standa undir þessum vonum okkar og væntingum. Ef að þú hefur verið lengi að velta þig fyrir þér að gerast áskrifandi á samstöðin en ekki láti verða að þið ennþá þá hvet ég til þess að kýla á það. Þú getur farið inn á samstöðin.is, þar hnappur sem ástendur áskrift og þar getur þú skráð þig fyrir 2.500 krónur sem grunnáskriftin. Þeir sem að vilja geta borga meira og þeir sem kjósa geta látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Það tilraunaverkefni hvort að okkur takist að byggja upp öflugan umræðuvettvang og fjölmiðil. Já, fyrst og fremst með góðvild áhorfenda og áheyrenda og lesenda. Í þetta, en áður en að viðtöl kvöldsins byrja þá ætla ég að skjóta hér inn smá skilaboðum frá öðrum. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Þarftu hann að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, heyrðu, nú ætlum við að ræða strákan okkar eða drengina okkar. Á hverju drengjunum gengur illa í skóla, falla frá námi. Hvað eiginlega að? Eitthvað að skólanum okkar eða eitthvað að drengjunum okkar? Hingað kominn Ragnar Þór Pétursson kennari. Sæll. Ef við ekki bara byrja á því, þú veist hvort þetta fellur ekki saman, drengirnir og skólinn. Og þá er eitthvað að drengjunum? Já, það dálítið þessi mýta einhvern veginn uppi að skólinn hafi einhvern tímann í fyrndinni passa drengjum ákvarða vel. Ég nú efins hana. Ég kynnt með sögu skólamála það vel að ég veit að skólinn kemst kannski ekki lengur upp með að þvo hendur sínar af drengjum sem ekki þrífast í skóla. Áður fyrr var það bara, og það ekkert svo langt síðan, að það var bara talið eðlilegasti hlutur að 15-16 ára drengur sem væri ekki að ganga vel í skóla að hann færi bara út í vinnu, út í atvinnulífið og hérna. En nú eða sendur ykkur norður í land til góðhjartas prest sem átt að koma nú til manns. Já, og nú kannski það sem einkennir skólan núna að eftir frá svona rétt fyrir aldamót þá tekin þessi ákvörðun að skólinn sé fyrir öll börn. Upp að 18 ára, nánast upp 18. Og hérna, og það hefur bara kallað á það að skólinn hérna tekst á við alls konar hluti sem hann þvoði hendur sínar af áður, voru kannski þá samfélagsleg vandamál eða samfélagslegar áskoranir en eru núna skóla áskoranir.
það síðan ekkert launagamál að drengjum þeir eru að mælast illa á hefðbundnum lestrarprófum. Það er máltakan, þessi flutningu tungumálsins á milli kynslóða, hann er að ganga illa með drengi og það mælist alveg eins og í PISA-prófum og svona. En svo eru til aðrar rannsóknir eins og til dæmis velferðar-PISA-könnunin sem að til dæmis Singapúr og fleiri þjóðir sem að hafa verið svona framalega eru í stöðugt auknumæli að horfa til. Og ég hef nú sterkan grun þar að þar mælist hlutirnir aðeins betur. Það íslenska samhengi sé skárra heldur en mjög víða annars staðar. Skólafólk hefur verið að segja okkur þetta að krökkunum á Íslandi líður betur í skólanum en annars staðar. Þeir bara læra ekkert, segir svo hinar. Þau eru að læra minna, já, það læra minna. Barnæskan er að taka lengri tíma. Það er að þau eru lengur börn og þau eru lengur að tilengja sér hluti, þau eru að læra fullt við sáum það fyrir svona áratug og allt í einu fóru íslenski nemendur að ná miklu fastari tökum á ensku miklu fyrr og það mældist mikil árangursaukning eins og samræmdum prófum í ensku námi barnanna sem hafði þetta ekkert með skólan að gera en það er þannig að krakkar í auknum mæli sækja sína þekkingu og rækta sín áhugamál utan þess að hefðbundna kerfis þar að meðal skólana alveg eins og fullorðið fólk núna við héldum öll að forsetakosningarnir myndu ráðast í umræðu þættum í sjónvarpinu og skoðanagreinum sem var deilt á Facebook svo réðust þær bara virðist vera á TikTok þar sem að hluta til. Já, það er sveifla, það má merkja að sveiflan sem var til Höllu hafi verið aukin kosningaþátttaka ungs fólks sem það sem að hún var langsterkust. Já, og við munum sjá það bara í næstu alþingiskosningum að svo barátta verður væntanlega rekin allt öðruvísi heldur en allar kosningabaráttu fram að því og það er alveg eins að við ætlum að ná til unga fólksins og kannski sérstaklega drengjana, þá þurfum við kannski að fara að sækja inn á fleiri svið og mæta þeirra áhugamálum með íslenska málheimnum þar sem að hann hefur verið utangars. En ef þetta er að flytja tungumála milli kynslóða og unga fólki lifir meira í enskum menningarheimi og þar lendi gengur það verð og kannski við, bara foreldrar og samfélagið höfum ekki tekið á þessu, ekki átt okkur á því að við þurfum þá að leggja okkur harðar fram ef við viljum að íslenska fara á milli. En þetta ætti að vera almennt. Á hverju á þetta sérstaklega við drengina frekar en stúlkurnar? Bara sömu ástæðu og fyrstu skólarnir eins og í pistli sem ég skrifaði daginn. Fyrstu skólarnir eru stofnaði til höfuðs drengjagengjum sem gengu í sjávarplássunum og voru ungir til að vinna og voru til óþurftar þar sem við þvældust og brutu rúður og spörkuði hunda. Þannig að skólinn er uppalega stofnaður til höfuðs drengjum sem pössuðu ekki inn í samfélagið sem þeir tilheyrðu. Stúlkurnar voru ekkert vandamál þá vegna þess að þær voru geymdar inn á heimilunum eða unnur voru hreinlega ódýrt vinnuafl. Og það kann einfaldlega vera það að stúlkur séu ennþá öllum þessum tíma seinna, þá það einfaldlega bara, þær aðlaga sér frekar aðstæðum sem að jafnvel þó aðstæðuna séu ekkert endilega. Þær að glíma við fullt af vandamálum líka, bara gera það kannski í hljóði. Og þeim líður verð ef það er spurt út í líðan, svona sálfræðilega líðan, þá líður stúlkum verð. Og upplifa meira agaleysi, en þær láta sig hafa þetta kannski meira mæli heldur en drengirnir. Og það kann að vera bara kúaðri. Já, þær eru líklega bara kúaðri heldur en strákarnir. Og beygja sig undir. En þá erum við náttúrulega að lýsa skólanum sem einhverjum hryllingi. Ef það til þess að geta lifað af skólan og farið á milli grunnskóla og framhaldsskóla og upp í háskóla, að þá þarftu eiginlega að beygja þig undir skólan. Skólinn, og þú þekkir það sjálfur því að þú ert af þeirri kynslóð. Skólinn það er ekkert langt síðan að skólinn var bara í raun og veru ofboðslegt kúgunartæki, stjórntæki. Ég gafst upp í skóla bara 16 ára. Já, vegna þess að það var kennarinn alvaldurinn sem stóð og hann átti að vera uppspretta allra þekkingar og hafði prik í hendinni sem var jáfnvel oftar notað sem agastjórnunartæki heldur en til að benda á eitthvað. Síðan kemur kynslóð sem að gera uppreist gegn þessu og byltir skólanum og Íslandi má segja að hápunktur þeirra byltingar sé 74.
auðvitað kemur þetta úr stúdentabyltingunum í París og frá þessari uppreisn unga fólksins gegn skólanum sem þessu valdboðstæki og de Gaulle gamli þegar hann var þarna frelsari Frakklands þegar allt var komið upplaust þar, hann hafði engan áhuga á menningu og lífi ungs fólks, hann vildi endur þessa Frakkland sem eitthvað svona stórveldi, svona órar heimsveldið Frakkland. Make Frakkland great again. Já, það var bara nákvæmlega það sem var í gangi. Unga fólki gerir uppreisn gegn því. Hér á Íslandi gerð tilraun til að bylta skólanum með mjög metnaðarfullum grunnskólalögum 74. Sú bylting getur einhver leyti börnin sín því að henni mætt mikilli mótspyrnu 83-4 þegar alþingismenn telja nú sé verið að beita skólanum sem innrætingastofnun vinstrimanna. Breyta í kommunista. Já, þá verður rof, þá verður rof á milli skólafólks, akademíunar og stjórnvalda og verður svona lömunar ástand og menn eru að rífast meira kjaramál heldur en skólastefnu. Síðan er skólinn fluttur til sveitafélagana. Umræðum svona sem var pólitísk ákvörðun til þess að hafa svona áhrif á eða það er hægt að halda því fram að það sé liður í því að ýta undir mögulega einkavæðingu og séu svona fleiri sem koma að þessu. Ég hef heyrt það að þetta var gert til dæmis í Svíþjóð og hafi verið liður í þeirri stefnu sem að það land fór. Þetta kemur til okkar frá Svíþjóð, það er bein orsakatengsl þar og það var sem skref í áttina að því að minnka miðstýringuna og þar lendu opna fyrir markaðsvæðingu. Já, afleiðingin í Svíþjóð varð mjög mikil einkavæðing og markaðsvæðing skólana. Það var ekki mjög mikið talað þá þessum tíma, það var meira verið að tala dreifstýringuna. Dreifstýringin var í lýðræðislegri heldur en miðstýringin en síðan geta opnast á alls konar möguleikar í framhaldinu sem að og til Svíþjóðar kemur þetta frá Bandaríkjunum, þetta var bara svona alheims svona hugmyndafræði sem að reið eins og engisbrettur faraldur yfir skólakerfi landana. Svo kom skóla umbótapláan sem stundum með kölluð sem að til dæmis Bush-bræður í Bandaríkjunum var að beita sem að byggir á því að það er að smætta skóla niður í mjög einfalda hluti eins og lesskilning og reikning og halda börnum eftir og vera með refsakennurum sem ekki ná árangri og það allt saman. Það fer sína leið og birtist að einhverju leyti á Íslandi líka í svona umbótaverkefnum sem síðan skiluðu ekki nokkur sköpum hlut fyrir eitthvað en annar staðar en það er bara komið að því núna aftur en einu sinni og það þarf alltaf að gera það þarf að veita hverju nýri kynslóð pláss í samfélaginu og brautagengi og kynslóðin sem núna er alast upp, unga fólki okkar núna því hefur ekki verið veitt brautagengin í okkar samfélagi, heldur sem hefur skapast hliðarsamfélagi við hliðina á okkar eða samfélagi innan í okkar samfélagi og rofna þá tengslin á milli þessara tveggja samfélaga og skólinn þarf núna alveg eins og ég er alveg upp ég er að byrja í skóla það leyti sem að áhrifin af breytingunum á 8. áratugnum er að koma fram og þá til dæmis leggur samfélagið sér fram það að hlúa að börnum og barnamenningu. Það eru skrifað gríðarlegt magn af bókmenntum fyrir börn, það eru teiknimyndasögur, það er okkar fremstu þýðendur eru að texta sjónvarpsefni fyrir börn og við erum með frábæra þuli sem er að tala inn á. Þannig að samfélagið bara tók og umvafði barnamenningu og svo verða allar þessar samfélagsbreytingar og tæknibreytingar og við einhvern veginn bara sofum hjá að strákarnir farin í herbergi og setja á sig heyrnartól og tala við vinnina í gegnum netið, spila tölvuleiki og við erum bara frammi. Og eru orðnir skeggjaðir miðaldra menn þegar þau koma út úr þessu herbergi? Já, eða verra vegna þess að við stefnum í svipað fari eins og með Japan, það sem að núna er að koma í ljós að það er að deyja nýrætt fólk og það finnst einhver 60.000 karlmaður inn í herbergi sem að gafst upp á samfélaginu þegar hann var 18. Og við getum alveg lent á þeim stað ef við veitum ekki ungu fólki brautagengi og fyrsta leiðin til að veita ungu fólki brautagengi er að bera virðingu fyrir menningu og menningu og áhugamálum ungs fólks og við höfum bara ekki verið þar. Kynslóðina undan þessari, ekki einu sinni kynslóð fyrir 10 árum, þá voru allir krakkar á Íslandi aldir upp á íslenskum Disney myndum og íslensku málheimur ruddi sér þar inn allt og fólk kann þetta allt upp á 10, í dag ekkert. Við höfum bara setið eftir og
og svo verðum við alltaf einhvern veginn svona örvæntingafyllir í því hvað við getum gert við börnin til þess að láta þau lesa núna 100.000 útgáfuna Tárbrós og Takkaskó sem að koma út. Það bara ekki að fara að virka. Við þurfum þetta fullorðis vandamál en ekki barnavandamál. Þetta svona kaðall sem það bjóða upp á. Þetta svona þræðir sem að vefjast saman og nú ætla ég aðeins að reyna að rekja hann í burtu. Ef við byrjum þarna á skólastefnunni og átökum hana sem eru pólitísk átök. Annars vegar það bara ótti svona einhverja menningabyltingu að neðan að lýðræðisbyltingin sem átti sér stað á 7. áratugnum og birtist í 68 byltingunni og bara umbreytingum hugsanir tilgangsstofnana, fjölmiðla og skólakerfis og svo fleira, að það væri að grafa undan röð og reglu í samfélaginu og okkar gildum, svo hægrimenn. Og það strax byrjað að kannski var þetta sem var gert 74 mikilvægt og í takt við tíman og okkur hefði farnast betur ef við höfum haldið þeirri línu áfram. Já, það var ekki gert, það var ekki mótvægi við hana og það verið að reyna að draga úr áhrifum hennar. Og með ýmsum hætti, bæði með því að hreyfa til svona námskrár og markmið í skólastarfi, en líka til þess að með stýringu á fjármunum og kerfinu, með þessari valddreifingu að minnka möguleika á svona miðstýrðu skólakerfi og öðru slíku. Menntamálaráðherra tíð Björns Bjarnasonar fór svolítið í þetta. Og það var verið að búa til ný námsefni, nýja mannkynnssögu og nýja Íslandssögu og eitthvað fleira sem átti að vera mótvægi við einhverjar áróður kommunista og kannski mætti þessi saga vera meira opin fyrir okkur og við kynnum betur að fara yfir hana því að sömuleyti voru þetta svona átök sem aldrei voru bara svona beint á yfirborðinu. Nei, þau náðu hápunkti í því sem við kalla sögukennsluskammdegið þegar að íhaldsmenn sem voru ekki allir hægri menn, einn af þeim sem gekk harðast fram var Sighvatur Björgvinsson sem að fannst bara skólakerfi komið út í móa og hann finnst nú samfélagið vera komið út í móa enn þann þetta. Já, hann það voru lengi á leiðinu til móa. Þeim fannst að væri þetta í raun og veru núna að ganga aftur í þessum þrætum fornöfn, sami slagurinn og var þá. Þeir sem að mótmæltu því sem var að gera sögðu að væri að sóa tíma nemenda í leiki og alls konar kennslufræðilegan kjánaskap í staðinn fyrir að vera bara að kenna þeim að vera alvöru stúdentar, það var annar þráðurinn. Og hinn var sá að við værum að gera þau einhvern veginn að slakar eða verri Íslendingum sem þekkti ekki eigin uppruna og sögu. Lærðu ekki Gunnarshólma en lærðu Bavíana í Afríku og með því væri verið í raun og veru að kippa grundvelli undan heilli kynslóð til að þekkja sjálf sig í samhengi við landsitt menningu og sögu og þetta auðvitað kynslóðin sem þarna alin upp í anda Jónasar frá Hriflu sem að í raun og veru svo samdauna þessari þjóðerniskennd sem Jónas innrætti heilli kynslóð að þeir sjáðu með hryllingi að landið eigi opnast fyrir hugmyndum utanfrá og missa sjónar á innri einhverjum svona stóðum. Þetta kom í ljós núna til dæmis í forsetakosningunum á Stöð 2 þegar voru lagðar fyrir spurningar fyrir forsetaframbjóðnunar sem voru akkúrat eins og Sighvatur Björgvinsson hefði sannar. Já. Og fæstir vissu nokkuð skapaðan hlut það. Ertu þess hæfur að taka þátt í umræðu í íslensku samfélagi? Því íslensk samfélag byggir á þekkingu þinni á Grettissögu og Gunnarshólma og Jónasi. Og þetta bara spurning hvað þýðir að vera Íslendingur og þjóð á Íslandi og hvað hlutur gegnir skólakerfið í því. Ég held að flesti myndu nú taka undir það að skólinn eins og honum var lýst upp úr 1980 og það sem hann var að reyna að vera í kringu 1980 hafi í raun verið sannast og besti undirbúningur þeirra sem þá eru að alast upp til þess að vera fólk í heiminum í dag. Það heimurinn hefur opnast heilmikið og
og víðsýnin miklu meiri og við erum aðeins minna heimóttaleg, heimsk í gamla skilningnum vegna þess að við vorum mentuð upp af fólki sem opnaði aðeins fyrir okkur dyrnar að hinum ytri heimi. Nú eru þessar dyr að opnast út allt innan í samfélaginu okkar líka, fólk með alls konar uppruna og miklu meiri fjölbreytni meðal íslensks samfélags núna heldur en var áður og við erum ennþá að ströggla við það og glíma við það en við erum orðin svo slök og léleg í nákvæmlega þessu að tala saman og hugsa saman um svona flóknar kaðla með margvíslegum þáttum sem að þarf að flétta í sundur að við ríkhöldum okkur í höfrildum keisarans skegg sem að til dæmis núna hvort að eiga segja öll eða allir og þar með einhvern veginn erum við búin að kristalla eða smætta umræðina niður í eitthvað svona atriði og með mér það þá komist við ekkert áfram. En ertu að segja það að það breytingar sem voru gerðað 74 að það hefur verið byrjað að skrúa ofan af þeim bara miðjan 9. áratuginn fyrir 74 breytingunum þær voru aldrei fjármagnaðar. Það fylgdi þeim lögum miklar breytingar sem áttu að eiga sér stað sem síðan var aldrei fylgt eftir. Og það var plan það að við værum að ala upp og þroska börnin okkar til þess að verða virkir þáttakendur í lýðræðislegu samfélagi, vera opin og forvitin og það, við myndum, kannski erum við öll saman að ætti að vera meginmarkmiðið, en það var bara örlítið svona vor í íslensku skólakerfi og svo kom bara hret og svo kom bara haust og vetur. Já, frá þeim tíma og raunar fyrr vegna þess að þessi andblær var þegar komin inn í skólakerfi. Það mjög mikið af fólki sem fór inn í skólakerfi af hugsjón á þessum tíma og taldi þetta vera mikilvægasta starf sem það geti valið væri að starfa sem uppfræðari eða kennari. Það má lýsa þessu þannig að frá þessum tíma hafa kennari raun og verið róið á móti straumnum. Hretið þessi straumur, það umhverfið vindinum hefur ekki blásið alltaf í seglin. Síðan kemur nýnámskrá sem sagt á þessari öld og hún mjög hún meira og minna tekin upp bara frá svíum eins og flest í okkar svona opinberum stefnu. Það tilraun til þess að ná aftur þræðinum sem að týndist þarna. Já, á grundvelli Salamanca yfirlýsingar sem var alþjóðlegt fyrirbæri sem átti sér stað síðasta áratug, síðustu aldar. Þegar í raun og veru tekin sem gegnum svipuðu hlutverki og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna gera núna sem tilraun samfélagana til þess að segja að menntakerfi landana skuli vera fyrir öll börn, ekki bara þau sem eru góð í að lesa og skrifa og reikna, heldur menntakerfi eiga færa hvern einstakling til þroska og virkni í sínu samfélagi. Og þetta var gert í menntamálaráðherra tíð Katrínar Jakobsdóttur þegar Berglind Rós Magnúsdóttir var aðstofakona hennar? Berglind hjá henni, Katrín tekur við námskrá tilbúinni frá Þorgerði. Þorgerði var búin að vera með námskrávinnun í gangi. Allir menntamálaráðherra vilja fá bautasteina yfir sig. Katrín hefði örugglega vilja ganga lengra í að breyta en það sem Katrín gerir að hún býr til 5 grunnþætti menntunar. Og hún skilgreinir þá heilsa, velferð, lýðræði og sjálfbærni og býr til svona nokkra þætti og allt nám skal markast af því. Þannig að þar erum við með námskrá sem meira og minna samin í tíð Þorgerðar Katrínar en var nokkur samhljómur í svona, þarna má segja í raun og vera valdhafarnir, akademían og skólafólki hafi kannski verið að byrja að ná saman aftur. Það var ekki mikill hugmyndafræðilegur ágreiningur þá námskrá. Katrínu fannst hún ekki ganga nógu langt á sumum sviðum og þannig að hún bæti við grunnþáttunum sem svona bara stillans utanum og auðvitað verið fólk til ringlað hvað nákvæmlega hér að gerast. Hvernig kenni ég sjálfbjarni í starffræðitíma? Já og það er ýmislegt svona aldrei skrítið en samt það má segja að það bara verið að hnykkja á mikilvægum þáttum frekar óumdeildum en ekki alveg öllum því að þegar Illugi Gunnarsson kemur síðan þá var hann ekki hrifinn af því sem stóð í ritinum sjálfbærni að það veri betra að laga rifnabuxur heldur en að kaupa nýjar þó að það að kaupa nýja auki hagvöxtin meira. Þannig að Illugi skrifa hvítbók ofan á þetta allt saman. Þannig að við fáum á sama tímabilinu nýja námskrá til að fara eftir, grunnþætti menntuna sem er svona eins og Spariföll sem tróða á námskráni í og síðan hvítbók sem snýst það að í raun og veru taka athyglina af 95% af námskráni og einbeita sig að hinum 5%. Þannig að hugmyndafræðileg átök
menntastefnu á Íslandi hafa verið mjög svona seigfljótandi í gegnum svona fyrirbæri. Og oft í staðin fyrir að við bara horfumst í augu við það er menninga átök í íslensku samfélagi og börnin okkar eru á sömu leyti fórnarlömb þess að við náum ekki saman það. Og við það sem í staðin fyrir það að ræða einfallega þessi menningarátök, hvert gildi manneskjunnar í samfélaginu og hvert gildi samfélagsins og hvernig getum við undirbúið fólk til að taka þátt í þessu samfélagi, að þá eyðum við, þá eru vígvellinir fornöfnin, eða eitthvað svona tillingaskít hér og þar, þannig að raunverulega átök ekki eins og upp á borðum. Nei, og við líka, það sem að líka stendur okkur fyrir þrifum það, að við erum orðin óbóðslega bara föst í svona ákveðnu viðhorfum eða viðbrögðum það til við fáum alltaf sömu viðbrögðum þegar PISA kemur ekki nógu vel út og fáum alltaf sömu lausnirnar bara í nýjum búningi en alltaf sömu lausnirnar og við erum alltaf tilbúin það eru alltaf ákveðni hópar tilbúin að leysa málin með lausnunum sem við vitum að virka ekki. Það kannski annað sem að við getum haft þarna megin í þessum kaðli sem að hvernig umræðan maður gæti sagt notuð því að í hvers skipti sem að PISA kemur að þá rís upp svona hneykslunaralda skólarnir séu að bregðast og það krísa í skólanum og þá dettum við eiginlega inn á svona bara hinn klassíska vagn nýfrjálshyggjuáranna, það teiknuð upp krísa og lausnin aukin einkavæðing og þeir sem að drífa áfram gagnrýnina á skólakerfið eru þeir sem eru talsmenn einkavæðingar og einkareiki skólakerfis. Já, sko, einkavæðingin, þetta ekki endilega, það er millileikur á milli. Sumir telja einkavæðinguna að leysa þetta allt. En þar fyrir framan er viðhorfið ákveðin hópur sem lætur alltaf í það skína að fólkið sem beri ábyrgð á skólakerfinu sé bara ekki af því kaliberi að það geti leyst svona hluti. Það þurfi að fá annarkvort hugrakkari eða hæfari eða það þurfi einhvern veginn svona þetta er svona pínulítið þetta er svona hrókafullt viðhorf sem segir nú er bara komin tími til að leipa alvöru fólki að og láta ykkur hætta þessu gulli En að því að við erum að tala nýfrjálshyggjuárið, þá mætti kannski orða þetta líka öðruvísi að gagnrýnin svo að inn í skólakerfinu að skólakerfi geti ekki náð góðum árangri vegna þess að það ekki sem stofnun og eitthvað fleira en ef við myndum reka skólakerfi líka því sem gert í fyrirtækjum sem ná góðum árangri að vera með árangursmælingar og fleira og að hækka launin hjá þér ef þau gengur illa en skilja hann eftir og nota þess að svona stjórnunatæki og fyrirtækirekstri að þá myndi allt ganga betur. Og þetta er náttúrulega sem að Svíarnir hafa brent sig svakalega á að það er ekki gefið að þótt að það sé gott að reka ísbúð með svona fyrirtækja sjónarmiðum, þá er ekki þar með sagt að það sé gott að reka stofnanir með þeim hætti. Nei og í raun og veru er þetta samtal sem löngu búið að jarða í íslensku samhengi vegna þess að það er auðvitað margbúið að rannsaka, við erum ekki með mikinn einkarekstur í skólakerfinu, mjög lítinn, en við erum einhvern og í sumum tilfellum hafa þeir sem reka þá skóla stært sig af því að nemendur þar náum betri árangri heldur en í öðrum skólum. En þegar það er skoð þá kemur alltaf í ljós að það er alltaf sama breytan sem ræður árangri í íslensku skólakerfi og það er félagslega baklandið þitt. Nemandi með svipað félagslegt bakland í öðrum skóla er að ná sambærilegum árangri eins og nemandi. Það sem einkaskólarnir hafa, það er fólk sem er með sterkara félagslegt bakland sem að koma þangað. Þannig að ef við fleytum rjóman einhvern veginn alltaf inn á í sömu föturnar, þá er það ekkit út af fötunni sem að rjómin, það er svo mikill rjómið, það er einfallega við settum rjóman í þá fötu. Þannig að í íslensku samfélagi það hefur einkennst af miklum jöfnuði, að freka miklum jöfnuði, en það er samt ástæða til að hafa áhyggjur af því vegna þess að þessi jöfnuði kemur meðal annars til af því að flest hverfi til dæmis í stórum sveitarfélögum á Íslandi hafa verið hönnuð þannig að þau séu blönduð, það séu blöndu byggð, þannig að ólíkir hópar í samfélaginu hafi hag af því að hafa góða skóla, því að allir nemendur á Íslandi hafa sótt skóla í sínu hverfi. Við sjáum þetta nú bara breytast á síðustu árum bara í Reykjavík. Nú er þetta breytast býsna hratt. Það verður svona millistéttarvæðing í ákveðnum hverfum, að ég held að til dæmis 107 sem örugglega var blönduð byggð,
hún að verða svona efri millistéttarvegri, Ég held að sé með Fossvogurinn, og svo ertu með Efra Breiðholtið þar sem að hefur alltaf náttúrulega verið herra hlutfall fátækra en núna bætist það við að hinni fátæku á hálfu leyti innflytjendur, þannig að Ég held að T.F. Berglind Rós hafi verið einhverjir á hennars nærum hafi verið að rannsaka þetta og komist að því að Reykjavík er að breytast eins og margar aðra borgir, þetta saman er að gerast í Helsinki og víðar og hún er að breytast þannig að það er þrískipt, það er að safna saman fjárhagslegt auðmagn í 3 hverfum, það er að safna saman menningarauðmagn í 3 hverfum og svo eru 3 hverfi sem að hafa hvorugt og þegar við erum komið þangað þá geta hlutirnir breyst býsna hratt vegna þess að atgerfismunurinn á hverfunum og það sem og ef að eins og núna nú kennara skortur og hann lagast ekkert nema þegar kemur kreppa og þá tímabundið og svo fer það aftur í sama farið að þá geta ákveðin skólar og ákveðin hverfi og ákveðin sveitafélög farið að soga til sín kennarana líka og úrræðin og boðið í raun og veru þeim upp á betra tækifæri sem að sækja skóla í þeim hverfum. Þannig að við erum á tímamótum þarna varandi þennan jöfnuð alveg eins og Finnar og Og kannski kunnum við ekki að reka skóla í svona stéttskiptu samfélagi þar sem að ég býst við að þar sem að krakkarnir komi í skólan að þá náttúrulega mest sem við læra heima hjá sér á skólalóðinu, í hverfinu og eitthvað fleira að þegar að krakkar koma til dæmis, við tökum bara dæmi að Fellaskóla þar sem að eiginlega stuðningurinn við íslenskuna er kannski bara brota því sem að það var kannski fyrir 30 árum eða sem það er á skólalóðinni ég veit ekki hvort að setja Flataskóli í Garðabæ það getur verið bara að fólki sem er að reka skólana eins og í Fellahverfinu að það sé einfallega að það er ekkert í sögunni sem að hjálpar því að finna lausnirnar. Það er bara komin í einhvern nýja raunveruleika sem að það er bara átt að sig ekki á. Og þetta er auðvitað það svið og það er hluta af vandanum að þegar að þú getur farið heim til þín og skrifa ritgerð með ChatGPT á 15 mínútum og af hverju, hvaða tilgang sérðu í því að vera að læra á Word og vera í venjulegri heimildavinna, ritgerðarvinnu í skólanum. Ef þú upplifir skólan sem þannig hann sé einhvern veginn úr takti eða hann sé ekki lengur að svara þörfum eða undirbúið fyrir framtíðina sem þú vilt fá, að þá er erfitt fyrir þig að finna tilgang í skólanum og við veitum að það er eitt af því sem Ég spyrir bara á móti, hvaða tilgang hef ég í því að læra að vera með stórþvott í höndunum ef ég á þvottvél? Nákvæmlega, og ég bara Það var að kenna mig að þú í höndunum með það? Já, það var ekki auðvelt, það var ofboðslega sásökafullt skref þegar að framhaldsskólinn steig skrefið frá grísku og latínu yfir í samfélagsfræði og hagfræði. Svona tæknistig og tæknibreytingar í þjóðfélögum geta haft þetta er dálítið svona eins og jarðskorpan og það safnast upp spenna í langan tíma og svo ef mjög hörð skorpa koma stóri skjálftar þegar orkan losnar og við erum þar og við erum bara þar núna í miðri skjálftarhjöru. Hinum megin ef við tekjum svona kerfi sem hafa svona millistéttavæðist að þau lenda líka í vanda ég menna eins og tók ég viðtal við einstæða móður sem bjó í kjallara í 107 og hún var að lýsa erfiðleikunum með að vera fátæk í hverfi sem hafði verið svo millistéttavætt því að kröfurnar sem að börnin komu með heim hvað þau ættu að eiga og hvernig þau ættu að klæðast og hvaða tækifæri þau ættu að hafa var eitthvað sem hún gat ekki staðist og hugmyndin var svo að því að hún hafði alist upp í þessu hverfi. Það hverfi var bara alltaf öðruvísi. Það var möguleiki á því að vera fátæk einstæða móður í 107 fyrir 30 árum sem er orðið bara félagslegi þrýstingurinn er orðið svo sterkur í dag að það er næstu óbærilegt. Já, og ég held að þetta tengist að minnst kosti 2 þáttum. Það eru miklu færri börn heldur en voru. Núna er hver móðir að eignast innan við 2 börn að meðaltali og það er ekkit rosalega margir áratugi síðan það var þrefalt það, 4-ferfalt jafnvel.
og það þýðir að börn alast ekki lengur upp í stórum systkinahópum, heldur alast þau í auknum mæli upp í skipulögðu íþrótta- tómstundastarfi. Það miklu minna frjálsan leik, það miklu minna þetta svona lárétta samfélag barnanna og foreldrarnir á sama tíma svona hefur Ísland sko frá 1980 og þetta fyrir aftur 1960 þá svona fólk það hefur meira fé á milli handana í mjög mörgum tilfellum og það það veitir börnum sínum af því og það á sama tíma tekur miklu lengri tíma að verða fullorðin. Þú veist ennþá við erum núna að glíma við hluti svona það bil í 9. bekk sem við sáum í 7. bekk fyrir 15 árum. Bara svona í félagslegum samskiptum, mynstrum og svona þessum efbunna þroskaferli. Eins og hvað svo ég glöggum með því? Yfirleitt í 7. bekk það var svona dramatík að tilheyra vinahóp og svona óbúslega þörf fyrir að tilheyra jafningjahópnum og svo þegar nemendur voru komin í 8. og 9. bekk þá svona var þetta að byrja að brá af fólki. Ég var lengi með þá kenningu að þetta væri út af COVID vegna þess að duttu út tölvöru tími af félagslegum samskiptum en ég ekki eins samfærum það en þá ég held einfallega bara að það við tekst úr barnæskunni og hlutir sé að taka lengri tíma. Þannig að maður að sjá krakkar núna undir lok grunnskóla sem eru ennþá með mjög svona barnalegar hugmyndir það að þau ætla að verða rík og fræg og eru ekki með neina mótaðar hugmyndir það hvað leið í raun og veru að því vegna þess að það óljóst í samfélagi nútímans hvað í raun og veru eru leiðirnar áfram. Við vitum að framtíðin verður gjörbreytt og það eru mikla breytingar. Þau líta á okkur eldri kynslóðana sem sko að við svona erum ekki með á nótunum. Við erum alltaf í einhverjum gömlum heimi og höldum að þau langi þangað en þau langar ekki þangað, þau langar í framtíð sem við erum ekkert partur af í þeirra huga og til þess að í raun og veru styrkja þessa mynd sína að þau vilja ná miklum árangri þá sækja þau í nefnilega ekki bara, fólk var lengi mjög upptekið af því að þau voru alltaf eltast við lækin þetta snerist það að setja mynd af sér og fá fullt af lækum, það alveg partur af því en það ekki eins stór partur og margir halda en í staðinn kemur það að það skiptir alveg gríðarlega máli hvernig skóm þú ert. Það skiptir máli sko strákar sem er eftir 2, 3, 4 ári að fara að raka sig eiga 20 flöskur af rakspíra sem kostar 15 skall hver og foreldrar sem að hafa pínlítið ráðaleysi því hvernig þau í raun og veru veita börnunum sínum það sem þau þurfa og veita þá af peningum, af veraldlegum auði, leikjatölfur og En er þetta ekki speglun að verðmætamati foreldrana sem að telja sig geta keypt sér status og keypt sér sess og í gegnum þann sess og status að þá komið hamingjan? Og að komast í, þú veist, þetta íþróttafélag og verið í þessum hópi og það er jafnvel sko í sum íþróttafélagum verið að fara í æfingaferði til Barcelona, ekki vegna þess að það sé betri aðstæða til að æfa í Barcelona, heldur einfaldlega vegna þess að það er svona eitthvað svona heilbrigðisstimpill á auðmagnið sem að tilheyri þessum hópi og við erum dálítið þarna og með kynslóð í höndunum sem er dálítið bara umkringja svona og það verður auðvitað dálítið kaldranlegu veruleiki sem býður þessara barna þegar þau þurfa að fara að standa á eigin spýtum en það verður alltaf miklu seinna heldur þau verða í foreldrahúsum undir 30 og þetta gerist allt einhvern veginn hægar og öðruvísi heldur en áður. Er þetta betri að verra? Ég meina sko, einu sinni voru strákar rosalega uppteknir því að voru með briljantín í hárinu og stelpur vildu vera í svona kjólum, í svona skóm. Ég er ekkert við sem að hlutfallslega að sé þetta meiri efnishyggju kynslóð heldur en krakkar hafa verið oft áður í sögunni. En kannski kostaði leðurjakki 1960 hlutfallslega meira heldur en allt þetta Gucci-dót í dag. Sko. Og ég held nefnilega líka ég tala ekki sko móturhjólin og kakkarnir og það. Akkúrat og ég held að svona, sko, ef maður hefur snert af sögulegri vitund þá fer maður ekkert alveg á taugum vegna þess að við minni til dæmis ég hafi lesið í hjá Viktor Frankl hvernig þegar hann var að byrja sína geðlækningar að ungir menni í Vínarborg voru allir meira að minna í bullandi tilvistakreppu. Tilvistakreppur eru eðlilegur hluti af þroskaferli samfélaga alveg eins og tilfinningakreppur eru eðlilegur hluti af þroskaferli einstaklings. Og það samfélagið einhvern veginn ímyndi sér að sko þróun sögunar eða þróun samfélagi eða þróun einstaklingar sé einhvern veginn línulegt, átakalust ferli, sýnir kannski bara hvað við höfum fjarlægst sko sannleikanum það hvernig við erum. Náttúrulega hluti að, ég nefndi nýfrælsingin áðan, hluti að þeim tíma er að við mistum sögulegan skilning, að við erum alltaf með hugmyndunum að við lifum árið 0.
Það er minna sögulegar tilvísanir af því að við erum alltaf á leiðinni til ykkur framtíðar. Sumir þetta þess að þú ert að lýsa sögu skilningi krakkana að þú tilheyrir ekki framtíðinni af því að framtíðin er öðruvísi, hún byggja ekki á fortíðinni sem að þú hefur upp á að bjóða. Að sumir þetta tíðarandinn undanfarin 30-40 ár. Já, alveg örugglega og örugglega lengur vegna þess að ég er alveg viss það svona að því ég nú lifði ég það ekki og þú ekki heldur þú það er svo ungur að upplifa þessar breytingar þegar atómöldin er að ganga í garð og þar áður þegar Einstein er að koma og bylta heimsmyndinni og og þar áður var það Newton og þegar kóngarnir steypta stalli og þetta gerist alltaf aftur og aftur og aftur og sagan okkur kennt okkur það þá getur orðið mikill félagslegur óstöðuleiki og nú til dæmis þegar gervigreindin hefur innreið sína þannig að við komið hugsandi vélar þá er ekkert ólíklegt að það muni hafa svipuð áhrif eins og þegar að gufuvélarnar ollu iðnbyltingunni og upp úr því fengum við nú eitt stykki rússneska bylting á endanum þegar að verkalýðurinn þegar menn sáu fram á það að atvinnutækin var öll á höndum fárra, ég meina eitt af stærstu svona málunum núna er að til dæmis aðgangur að tækni sé ekki einskorðaður við þá sem eru auðugir heldur að venjulegt fólk hafi sama valdi við tækninni eins og aðrir og það er ekkert sjálfgefið, alls ekki sjálfgefið og það er mjög flókin dýnamík í gangi á milli Evrópusambandsins, Bandaríkjanna og Kína varðandi þann dans. Já, ég má nefna aftur nýfrjálshyggjuna þá hefur það gerst líka á þeim tíma að almannavaldið hefur minnkað og æ fleiri ákvarðanir eru teknar út á hinu svokallaða markaði. Þannig að það er orðið efasemdur það að almannavaldið hafi raunverulega rétt á því að móta framtíðina með einhverjum hætti. Þetta er bara miklu minni að þú takir bara hugmyndir þingmanna í dag eða 1980 möguleika að sína á því að móta framtíðina eða hvert þetta vera hlutverk ríkisvaldsins við það. Það er náttúrulega alltaf að sé ekki kert á 5% afli í dag með að við hvernig var 1980. Einstaklingshyggjan er miklu meiri en á móti kemur að við byrjuðum á að ræða hvernig stúlkurnar létu kúga sig. Nú til dæmis er það alltaf að færast í vöxt að ungar konur hafa bara mjög mikla skoðun á því hvernig þær eigna sín börn og hvort að þær fæðar með náttúrulegum hætti eða hvort það fari í keisaraskurð og það er greinilega búið að vera að byggjast upp spenna í heilbrigðiskerfinu gagnvart þessum hópi sem kýs heimafæðingar eða kýs svona sjálf að ráða yfir þessu og þetta er áhugavert dæmi vegna þess að við erum það ríki í heiminum sem var með minnstan ungbarnadauða. Við vorum með líklega öflugasta heilbrigðiskerfi að þessu leiti en í auknum mæli líta ungar konur svo á að þær séu ekki undirseldar sérfræðivaldi lækna og á hverju byggir miðstýringavaldið ef ekki sérþekkingu og hvernig spilast þetta saman. Ég veit ekki hvort það er meira hægri eða vinstri eða nýfrjálshyggja hvað en það er allavega svona traust og trú á því að fylgja reglum annara er að minnka mjög mikið. Einhver getur séð það sem jákvæðan hlut og það sé að vera að brjóta undan kúgunavaldi og það sé betra að þjást af undir eigin vilja heldur en að njóta lífsins sem strengjabrúða En eitt, þú nefndir fæðingarnar, að þá var mér eins og sagt að ástæðan fyrir því að barnadauði hefði verið minnstur í Íslandi að það mætti tengja bara einu lækni sem hefði gætt að því að þegar hann sá einhverja efnilega lækna þá vísaði þeim í það góða nám sem hann hafði ferið og það byggðist upp bara kúltúr inni í fæðingalækna hópnum sem að skilaði þessum árangri. Og þá erum við komin að skólanum og það eru mikla breytingar í samfélaginu. Það eru mikla breytingar, bara hugmyndalega breytingar, krakkarnir eru að breytast og eitthvað fleira. Og til þess að mæta þessu, þetta var ekkert vandamál, ef að stofnunin, skólinn, væri öflug góð stofnun sem hefði í sér burði til endurnýjunar og endurmats og öðruna slíkt. En kannski er það bara ekki þannig. Skólinn þó þetta sé eins og þetta lýsa, þetta ætti bara að vera gleðiefni, allt væri hverfult og allt væri breytingum undurorpið og það væri bara skemmtilegt challenge fyrir kennarastéttina til þess að mæta því og við þurfum ekki að hafa neinar ágjur. Skólinn, alla þessa öld hefur skólinn verið að endurskapa sig mjög markvisst.
Til dæmis við vissum það að læsi væri í stórkostlegum vandræðum fyrir meira en 20 árum síðan. Skólinn var búinn að sjá þetta, að lesturinn verður ekki sjálfbær. Þú kennir börnunum að lesa, þau ná ákveðnum drengirnir eru ekkit ólæsir eins og alltaf verið að halda fram. Þeir geta alveg lesið texta. Það sem vantar er að hæðin ofan á grunninn er ekki byggð. Það sem að þeir auka lesskilningin og ná tökum og flóknari texta, og það gerist vegna þess að lesturinn verður ekki sjálfbær. Honum er ekki viðhaldið. Það er bara að lesa það sem fyrir er lagt og helst ekkert í viðbót. Það er ekki hægt að læra að lesa þannig. Nei, ef ég les bara þess að þú segir mér að lesa sem kennari, þá læri ég ekki að lesa. Nei, og það er bara nákvæmlega það sem er að gerast. Og svo, þá var reynt að útvista vandanum þannig að foreldrar áttu að sjá til þess að börnin læsu heima, og endanum hefur það kannski seinkað eitthvað eða hægt á þróuninni, en það skapar líka sín eigin vandamál vegna þess að lestur verður átakslína milli foreldra og barna og heimilis og skóla og myndar jáfnvel bara neikvæðar upplifanir gagnvart lestri og bókum, og börnin gera það með semikið það sem við sagt, og svo þetta er ekki í huga að lyfta bók í sumarfríinu. Þannig að og fyrir 20 ára síðan voru að búið að sjá þetta, og þá var farið að þróa aðrar lestrarkennsluaðferðir, það sem var kannski farið hægar í það að mæla hraðan á lestrinum, en að börn væri að lesa eitthvað sem hefði einhverja merkingu. Sighvatur og félagar eru ekki ánægð með það. Nei, og þetta úr þessu var þróuð aðferð á Akureyri sem hét byrjandalæsi, sem að snýrist það að þú varst ekkit bara að lesa, þú varst líka að hugsa það sem þú varst að lesa, þú varst að teikna upp úr því sem þú varst að lesa, þú varst að leita þér einhverju sem hreyfði það einhvern nátt við þér, eða þú getur haft skoðanir á, og þegar að síðan farið í hvítbókavinnuna hjá Illuga, þá er bara ræðst Menntamálastofnun gegn þessari lestraraðferð, og segir hún sé óskilvirk, skólar sem að beitinni séu lengur að læra að lesa, og það er bara farið í stríð í raun og veru innan á kerfinu gegn aðferð sem kennara voru búin að vera á fullu að reyna að tileinka sér til að reyna að leysa þennan vanda sem var minnkandi lestrakvöt barna. Vegna þess að þeir notuðu þá hraðlestarmælinguna til þess að sanna að svo væri að krakkarnir úr þessu skólum læsu hægar. Og notuðu samræmdu prófin, og svo að krakkar í 4. bekk á samræmdu prófum er ekki að ná sama árangri á þessum samræmdu prófum sem voru fyrst og næst lestrarpróf, vegna þess að það er lestrargetan sem hefur spágildi hina þættina. Þannig að þarna kemur bakslag, mjög alvarlegt bakslag, og það er mjög erfitt fyrir kennarastéttina að upplifa það að hún sé að reyna sitt besta við að leysa einhver vandamál og svo kemur bara hnefi einhver staðar ofan úr himninum bara og segir, heyrðu, þið eru bara hérna í ruglinu, hættið þessu. Og það átti að setja eina ríkisleið sem síðan hefur skilað þessum stórkostlega árangri sem við horfum á núna, að farið var í lesferilinn og allir átti að gera þetta eins. Og þegar þau fræ voru komin í svörð, þá hrundi lestrarárangur á Íslandi í síðasta PISA. Hann mun örugglega jafna sig aftur einhver tíman vegna þess að hann er svo augljóslega mikið fall frá prófun á undan að það gæti verið eitthvað frávik þarna, en það í sjálfu sér skiptir ekki máli, línan er niðra við. Síðasta mæling var mælingi sem að Illugi benti á að myndi sína árangurinn á sinni línu. Já, hann var búinn að segja það var búið að búa til töluleg markmið 2018 sem við vorum ekkert nálægt í hann á. Þá fluttist fókusin á PISA-prófið 2022 og sagt, svo góður hluti gerast hægt, sjá hvað gerist á. En þetta endurtekur sig. Síðan kemur stafræni heimurinn og stafræna tæknin, og þá fara kennarar á fullt við það að reyna að tileinka sig það með hvað er hægt að gera til þess að gera nemendur færa til að beita stafrænum verkfærum og áhöldum, og skólakerfið fer á fullt í það, og það eru búin til svona grasrótarsamtök eins og eitt sem heitir UTIS, þar sem kennarar hittast, þeir kynna hver fyrir öðrum á jafningagrunni, þeir fara heim, þeir prófa hluti og þeir deila reynslu, og skólakerfið tók mjög glæsilega utan þetta verkefni. Eitt forrit sem var mikið notað hét SISO, sem var forrit þar sem að hægt var að barnið gat lesi í skólanum, og svo gat mamma hlustað heima eða pabbi og séð hvernig barninu gekk, og þetta var svona sýnisbók fyrir foreldrana til að sjá og taka þátt í námi barnsins, og þetta náði mikið útbreiðslu. Og allt við vorum bara mjög framalega heimsvísu í því að kennarar tileinkuðu sér nýjungar á tæknina og gekk vel, og þá gerist sama aftur, nefnir nú er það persónuvernd sem að ræðst gegn sveitarfélögunum undir og ég fullyrði með pólitískar hugmyndir að hér væri skólakerfið að fara í einhverju óæskilega átt, og ræðst á sveitarfélög, beitir himinháum sektum í refsingaskyni
yfirleitt út af einhverjum formsatriðum sem ekki var fullnægt en ekki einhverjum svona það var eitthvað svona það þurfti að gera þetta á undan þessu og eitthvað svona smotteri og enda svo reyndar persónuvernd á því að vera dæmd fyrir að hafa farið offari og neitt til að greiða skaðabætur tilbaka minni mig en skaðinn var skeður, þetta var lamað og eftir það sitja raun og veru svona upplýsingatæknin í sveitarfélögum núna, hún bara í henglum, hún ónýtt. Það eru gerðar svo mikla kröfur núna í persónuverndarmálum að það má ekki beita neinu í skólum sem ekki er þetta réttlega þetta sé bráðnauðsynlegt. Og það er nú einfaldlega þannig að það er ekki mjög margt í skólum sem þú getur réttlega þannig að það væri ekki mögulegt að gera eitthvað annað heldur en að beita því. Og þú þarf að gera samninga, vinslusamninga við öll fyrirtæki og það er í raun verið að taka inn stafræna heim skólan og afhenda það risastórum fyrirtækjum. Það eru einu aðilin sem standa í því að vera að gera einhverja risastóra vinslusamninga sem eru endurskoðaðar á 6 mánaða, 12 mánaða fresti. Þannig að það er verið að bara undirbúa yfirtöku stórfyrirtækja á tæknilegum innviðum skólastarfs. En gróskan var öll í grasrótinni. Það voru einstaklingar sem höfðu brjálæðislegan áhuga á fuglum sem byggu til eitthvað fuglaforrit. Og nefndu kannski tekið mynd af fugli, en að því að tóku mynd af fugli að þá þurfti að gera vinslusamning það að þessi mynd fær ekki út fyrir landamæri Evrópusambandsins og svo framvegis og þá er svona geopólitík allt í hennu komin inn í þetta og Evrópusambandið legið undir miklum skömm vegna þess að það hefur verið að halda aftur af þróun tækni vegna þess að það hefur verið sett að svo mikla kvaðir að þau sé raun og veru að afhenda stórum fyrirtækjum eins og oft er það stór fyrirtækin eru raunverulega hvort ekki yfir einhverju svona þú kallar þetta eftirlit íþyngjandi regluverk hentar frábælega hentar stóru fyrirtækjunum vegna þess að heldur frá þeim samkeppni í smærri aðila eða þá svona grasrótarstarfi sem er kannski að hálfu leyti utan hagkerfisins. En þannig að upprunalega spurningin var hvort að skólakerfið væri ekki að skólakerfið er á fullu á hverjum tíma alltaf að sækja fram og reyna að laga sig að veruleikanum Þú er engar áhyggjur af því að það sé nógu svona hugmyndanleg orka í skólakerfinu til þess að geta mætt áskorunum okkar tíma sem á noti. Ein áhyggefni sem ég hef er það að fyrir 6 árum síðan var ég nákvæmlega jafn gamall og meðalkennarinn. 6 árum seinna er ég enn jafn gamall og meðalkennarinn. Þannig að eina sem ég hef áhyggjur af er það að ef skólakerfið okkar ef það kemur ekki nýtt fólk inn í skólakerfið og tekur við af þeim sem hætta þá er þetta kerfi sjálfdautt eins og öll önnur kerfi sem ekki er hægt að manna. En af hverju kemur fólk ekki í skólakerfi til þess að vera kennari? Það aftur á drengjunum. Það væri eitthvað að þeim dreng sem hlustar á það hvernig talar dreng í íslensku samfélagi sem líður ekki illa. Og það er talað skólana og skólakerfið og kennarana með þeim hætti að það þarf einhverja sérstaka tegund af þrjósku til að segja, heyrðu, þetta er akkurat það sem ég langar að fara að gera. Það er svo eru launin og námið. Af hverju ert þú kennari? Ég er kennari vegna þess að ég tel að þetta sé mikilvægasta starf sem hægt er að gegna. Heldur það sé ekki einhver sem er tvítugur sem er að taka það ákvörðun í dag? Jú, heldur það sé verra að taka hana en þegar þú varst tvítugur? Já, ég sé erfiðar í dag heldur en það var þegar ég var tvítugur vegna þess að ég kem í svona svikalogninu eftir 84 vesinni, þá er áglega verið svipað ástand eins og er núna. Svo kemur svona svikalognum það leit sem ég er að koma inn og svo bara blossar þetta upp aftur. Þannig að það er svona meiri neikvæðni, námið er lengra. Blossar þetta upp aftur, hvað er þetta? Þessi aggressífa neikvæða umræða skólakerfið og kennara og árangurskort og þetta allt saman. Þessi hugmyndur bara getuleysi ykkur. Þessi svartsýni, já. Hún stillist oft upp í svona átökum eins og var ekki PISA síðastlið haust og núna erum við með þessa umræðu þar sem er gerð úttekt á stöðu drengjana að þá verður umræðin oft svona bara eins og maður sé í strætó að keyra fram í henni þá er annars vegar það fólk sem að sækir mjög á að það sem er verið að gera núna er ránt að getuleysi kerfisins og við verðum eiginlega að taka stjórnina í skólakerfinu af kennarunum einhverjum hætti. Og hins vegar koma kennararnir og segja nei, það sem að lausnin er að þá við höldum áfram að gera það sem við höfum verið að gera sem að þegar búið er að teikna upp vá ástandið eða krísuna
þar sem allt að fara til fjandans, þá hljóma rök kennaranna, nei, við höldum bara áfram að gera það sem við höfum verið að gera. Hljómar bara svona í svona reynslu banka venjus fólks bara að getur það verið? Ég þekki ekki marga kennara sem að telja ekki að það þurfi að þróa skóla töluvert frá því sem þeir eru í dag. Og nákvæmlega ná kennara því ekki fram í umræðinni? Kennarar eru bara... Þeir kom alltaf í vörð, þú kannast það við þetta, ég er ekki að draga upp ykkur að falska mynd, svona virkar þetta. Kennarar, og ekkert bara kennarar, við munum hvernig hjúkrunarfræðingar tóku þegar að skrifa hjúkrunarkonu í barnabók, sko. Kennarar taka því mjög persónlega þegar verið er að tala með niðrandi hætti til þeirra, eða, og það er kannski svona dálítið lýsandi bara fyrir samfélagið, þegar fullyrt er eitthvað af vanþekkingu málin. Og þá fyrir það ofta snúast að þessi örugglega hefur ekki komið í skóla í 20 ára og veit ekkert hvað að tala þegar fólk kemur einhverja dramatíska lýsingar. Svo þið örugglega verðið varfið þegar fullorðið fólk að tala skólan, þá verðið eiginlega ekki að tala skólan í dag. Nei, þetta skólan þegar ég var í skóla. Já, þannig en inn í hvaða þroskuð þjóðfélagsumræðu á að stíga? Í alvöru tala, hvar er fólk að tala saman eins og við erum að gera núna? Þess vegna við settum upp þetta rauðaborð, því það vantar samtali í samfélagið, það sem er eitthvað vit í því, vegna þess að frétta umhverfi og venjulega samfélag sem maður myndi ætti að halda vitrænu samfélagi, við bara eitthvað stað mistum það. Umræðan er ekki eitthvað sem einhver getur bara búið skapað í kringu sjálfa sig. Þetta þarf að vera eitthvað svona þroski í samfélaginu sem að ásista, og ég hugsa oft til þess þegar að vera að segja við eigum svo ómögulega skóla. Ef við skoðum bara í alþjóðlegum samanburði og bara hvernig hlutinni gætu verið, hvernig stjórnmálamenn eigum við, hvernig banka eigum við, hvernig matvælafyrirtæki eigum við, hvernig bensínstöðvar eigum við. Ef þú horfir í gegnum íslenskt samfélag þá standa stöð spjótin og kennurum frá hinum og þessum sem oft starfa fyrir eitthvað sem svona í stóra samhenginu er miklu meira prumpheldur en nokkuð tíma skóladinn okkar. Þannig að það ég gef ekki 5 fyrir það að skólarnir sé einhvern veginn verri heldur en samfélagi verðskuldar. Ég held að séu betri ef eitthvað er og ég held til dæmis og ég bara veit ekki hvort við eigum gögnin en ég veit á mjög mörgum mjög mikilvægum þáttum eru skólarnir að gera alveg stórkostlega vel. Það sem er ekki að ganga nógu vel er yfirflutningur tungumálsins, talas og ritas íslensk máls yfir á næstu kynslu eftir. Þetta er búið að vera trendið síðan 1970 eitthvað frá því að farið var að mæla það. Tíma varð hik í því að þetta dvínaði vegna þess að mjög mikið af krökkum lásu dagblöð. Myndasögurnar hægðu á sig tímabundið, Harry Potter hægðu á sig tímabundið, en straumur hefur alltaf legið niður á við. Að yngra fólk hefur minni orðaforða og minna læsi á tungumálið sem að tala var áður. En það er eðlilegt. Það hljómar bara eins og það sé óhjákvæmilegt vegna þess að það eru orðfæri og orð sem að bara hverfa úr málinu sem að við höfum ekkert að gera með en það kemur eitthvað annað í staðinn og þó svo að kannski 25% af orðaforða mínum sé á ensku að þá lifi ég í stærri hugmyndaheimi heldur en sá sem að talaði gullaldar íslensku 1940. Og þar eru krakkarnir okkar núna að einhverju leyti. Í eðlilegu samfélagi þegar allt bara gengur eins og samfélag þróast þá kemur fram einhverju Megas eða Einar Már eða Guðrún Helgadóttir eða einhver og endur skapar tungumáli fyrir nýja kynslóð í landinu eða ræðst á heilagar kýr og slátraðum frammi fyrir alþjóð. Það er þannig sem og þegar þú lest dagblöð frá 1960 þá kímiru vegna þess að það er uppskrúfað og upphafið tungumál sem þar skrifað vegna þess að það skortir þessa straumlínu lögun sem tungumáli síðan hefur fengið á sig vegna þess að fólk var alltaf uppfullt af ritmálinu sínu. Það tungumál þarf að endurskapa með hverri kynslóð. Okkur hefur mistekist að endurskapa á öllum prófum sama hvort við værum að prófa þekkingu krakkan á tölvuleikjum. Ef við gerum það á íslensku ritmáli þá munum við koma verr út heldur en gerði fyrir 10 árum eða 20 eða 30. En þetta er núna að gerast býsna hratt og þetta er áhyggjuefni vegna þess að tungumálið er líka þræðirnir sem að vefa þig inn í samfélagi sem þú tilheyrir. Og ef að ungt fólk upplifir að það tilheyrir ekki samfélaginu okkar,
þá allt þetta tala hvernig fólk aðgreina sig í ólík hverfi og hvernig samfélagi svona trosna í sundur í þessum sameiginlegu þráðum, þá það allt í stór hættu vegna þess að einstaklingshyggjan verður þá miklu meiri heldur hún þó núna og býsna mikil í dag. Þannig að tungumáli, við þurfum að flytja tungumálið til nýrra Íslendinga. Og það mikilvægt og aðkallandi vegna þess að það raunverulega samfélagið, við byggjum samfélag okkur á tungumálinu. En skólinn mun aldrei geta gert það einn, vegna þess að skólinn getur bara látið fá verkfærin sem þú beitir síðan. Og fólk sem skammar skóla fyrir að kenna barninu sín ekki að lesa, sko, hversu marga bækur heldur þú að þetta fólk hafi keypt fyrir barnið sitt og barnið hafi raunverulega lesið það? Í flestum tilfellum engar. Það miklu frekar keypt V-Bucks til að nota í tölvuleik heldur en eða skó eða ylvasklas. Vegna þess einfallega að það hefur mistekist. Þú segir alltaf bækur. Það sem að krakkarnir, það sem ég les sko bara ég held að sé bara 98% nægi út úr þessari vel hér. Já. Þetta bara glugginn minn út í heiminn. Þetta bókasafnið mitt. Þetta þú veist, þegar ég var barn, þetta Sólheima bókasafnið og þetta bara allt sem ég lesi þarna gegn. En þú ert alltaf að tala að tala um bækur. Það það sem að gagnrýnendur skólana einblína á. Það þessi hefðbundni lestur íslenskra ungmenna og hvernig honum sé ekki Ég veit að mín eigin reynslu ef ég bara í skjánum og ef ég les aldrei sko bók að þá bara hægt og bítandi þá minnkar athyglisspannið mitt. Að ég verð ófærari að lesa bók af því að maður þarf að æfa það og það tiltekin lestur sem að leiði til tiltekinar hugsunar sem að ef að ég viðheld henni ekki að þá verð ég bara heimskur. Já, og flestir miklu fleiri núna lesa með eyrunum heldur en augunum. Það mjög mikið. Það munur þar á. Þessi einbeiting við lesturinn sem að ég held að sé hollt öllum einstaklingum að æfa bara eins og fara í ræktina. Og ég get bara sagt þér það að 15-16 ára krakkar sem eru svona að komast í gegnum svona fyrstu skref gelgjunar og ekki alveg svona pínulítið farin að bara hugsa hver vil ég vera, ekki bara ég vil vera eins og allir aðrir. Þau eru fullkomlega meðvituð um þetta. Þau eru fullkomlega meðvituð um það að það svona blanda fortíðarþrá og bara þessari heilbrigðu skynsemi að þau átta sig á því að þau vilja geta sögt sér í eitthvað eða og við til dæmis eitt af því sem við gerum of lítið af að leiða ungmenni í gegnum það hvernig þau geta náð valdi við tækninni í staðinn fyrir að verða bara valdi tækninar og í staðinn beitum við töfralausnum eins og það að banna síma í skólum og höldum að það gera eitthvað. Það eina sem það gerir að ýta vandanum bara heim og það verður til svona undirferðlið samfélag inn í skólanum þar sem að krakkarnir að senda snabbt á klósettinu. Þannig að það til dæmis eitt af því sem við fullorðið fólk höfum vanrækt að gera að okkar máli ásamt krökkunum. Við bara segjum þetta kemur okkur ekki við, það kemur skólum ekki við, hvernig krakkar nota símar bara ekkert heima í sama samhengi og menntun og við ætlum þú að henda okkur á því. Díli bara við það sjálf. Þetta til dæmis röng nálgun. En ef mikilvæg þess að tungumáli flytist á milli kynslóða meðal annars að þetta vefurinn sem við byggjum samfélagið okkar upp úr. Þú nefndir áðan að það væri erfitt að finna orðið vettvang til vitrænnar umræðu sem bendir til þess að samfélagið sé leysast upp. Þegar þú varst að tala um áhrif manna á íslenskuna, Megas til dæmis, að þá var það bara rætt víða samfélagið. Það getur vel verið að einhver Megas í dag, hann bara breyki ekki og við vitum ekki af sköpunans vegna þess að það ekki viljinn til þess að taka slíkt til umræðu. Rifjaðist upp fyrir mér að man ekki hvernig .com kom út. Ætli það ekki verið svona bara 74, 75 eða eitthvað. Þá man ég eftir það var þáttur á RÚV þar sem að var bara rutt dagskráin til þess að fá Pétur í settið og sátt með einhverjum eldri bókmenntafræðingum og var verið að ræða það hvernig nútíminn kom inn í íslenska bókmenntir. Og þú manst það líklega, þú last bókina, ég veit ekki hvað sétu yngri ég, að það er bara hvernig orðfærið og það er bara allt í einu kemur bara nýr heimur, bara nýr nútími inn í íslenska bókmenntir með þeirri bók, eins og gerist stundum,
að RÚV ruddi bara settið og það var bara verið að ræða þetta sérstaklega sem stór tíðindi í íslenskri menningu, þessi bók. Ég sé ekki, þú veist, þessa vökulu umræðu samfélagið. Ég sé hana bara varla. Þú veist, ég sé hana varla. Nei, við þurfum, sami andi þetta einhver leiti til staðar, en við erum dálítið svona vörumerkja miðuð að segja að ef þú ert manneskja sem er umhugað samfélagslegt réttlæti, þá bara færð á færibandi málefnin til að styðja við. Bara, það getur verið Palestína í dag eða Black Lives Matter eða hvað sem það er, að það komum bara svona færibandi málstaðir sem að þú bindur þitt trúss við og þar með færðu útrás fyrir þessa persónulegu tjáningu þinna gilda og svo hæft vandlætingu þína. Já, og svo verða til einhverju andstæðingar eins og til dæmis tók yfir Twitter með eftirlunum hætti líka á Íslandi. Það var alveg stórkostlegt að fylgjast með því þegar hægrið fór að færa sig yfir á Twitter og þú var að þar að tala uppátt og Keyptu það bara? Já, Musk keypti það, en svo meira þess að íslenskir hægri menn fóru að fara inn bara til þess að uppfylla einhvern spádóm málfrelsið þarna inn eða hvað sem það var að við erum kannski bara of upptekin í því að svona merkimiða samfélagsbreytingum, það bara við tökum afstöðu með á móti þessu máli, það getur verið málefni sem að mörg þúsund kílómetra út í heimi og við erum að taka stöðu gegn því. Sama þetta gerðist á Íslandi, ég meina hér voru læti út af innrásinni í Tékkóslóvakíu og meina fólk hreifst voru trotskískar eða stalinistar eða hvað sem var, ég held að þetta byrjar alltaf svona, en á einhverjum tímapunkti. En ekkert að gera lítið úr því að fólk taki afstöðu til þess að vera íbúi á þessari jörð? Nei, það sem ég er að segja er það að á einhverjum tímapunkti vantar inn í breytuna að þú látir samfélagið þig varða og finnst það skipta máli hvað verður annað fólk í samfélagi sem þú tilheyrir og svo barátta, hún vissulega núti líka, við erum með fullt af fólki sem að berjast fyrir réttlæti í samfélaginu og taka undir með lítilmagnanum, en hún til dæmis ekki mjög sýnileg á Alþingi. Hún ekki mjög sýnileg í umræðu þáttum fyrir forsetakosningar eða það vantar einhvern veginn trúna á það að það sé mjög mikilvægt að gera breytingar og beita þeim verkfærum til þeirra breytinga. Pólitíkin einhver leyti stöðnuð og ég hef á tilfinningunni, ég hef ekkert fyrir mér nema tilfinningu í því að við gætum verið að keyra inn í svipaðan áratug eins og 8. áratuginn aftur, þá fáum við Vestmannaeyjar gosið, svo fáum við svona hálfgert efnahags ástand. Við erum með Víetnamstríðið í Gaza? Já, við erum með Gaza, við erum með það þar. Það var þungt efnahagslegt högg fyrir samfélagið þegar Heimaey þurfti þetta yfirgefa hana og það er þungt. Grindavík er það sama aftur núna. Stjórnmálin virka máttlaus og máttvana við að taka á því, ákveðnir flokkar er bara svona deyjandi. Gylfi var búinn að teima sinn alþýðuflokk eins langt og hægt var og hann var svona pilsnirfylgi, það hugtakið pilsnirfylgi orðið til þessum tíma. Og þá kemur Vilmundur eða einhver kemur eitthvað svona eldibrandar inn í pólitíkina og þá má alveg búast við því að það veri svona áfram eitthvað hnignunarskeiði í pólitíks núna í kannski einhver misseri viðbót og svo kemur einhver sprenging, eitthvað róttækni eitthvað og svo brennir það mjög hratt út og við fáum svona íhaldskólfa aftur til valda í samfélaginu. Þannig ég geti trú að þessi áratugur verði spegilmynd 8. áratugarins. Herðu, en eitt sem að því að við erum að ræða umræðu í samfélaginu, það kemur stundum að því að við sitjum hérna við á borð og erum að ræða mikið, þá kemur oft svona hugmyndum það að við Íslendingar, að því að sömuleitt erum við að tala það að við erum ekki sérlega góð í því að greina vandamálan. Ég er að halda því fram að hafi verið svona hálfgert menningarstríði í kringum menntunina lengi en hafi ekki gosið upp nema sem einhver svona átökum vald yfir kerfinu og svo hins vegar kannski einhver tillingaskýts umræða svona einstök mál að við séum ekki sérlega góð og þú kannast við það sem að Laxness sagði að okkur hætti til þess að gleyma okkur strax í einhverju smáatriði og nú komumst aldrei að kjarnamálsins.
að það hefur stundum verið rætt það að fólk hefur sagt að ég menna þegar ég bjó í Frakklandi að þá virtist fólk geta verið að ræða hluti án þess að taka allt persónulega. Ef að þú ert með einhver aðra skoðun en ég þá móðgast ekki við því, við leita ekki þessum persónulega höfnun að þú yrðir að vera saman með öllu leiti að það þessi einhver svona vanþroski í því hvernig Íslendingar ræða saman. Þetta ætti náttúrulega verið eitt af hlutverkum skólans að þjálfa börn í því að ræða málin, ræða hlutina, bera virðingu fyrir skoðunum annara, eflaðu í því að vera með skoðun kannski eða álit án þess að þurfa að fá samþykki bekkjarins fyrir því. Hvernig stendur skólinn sig í þessu? Ég held að við séum við erum kannski meðalþjóð í þessu held ég, í Japan gerur þetta til dæmis ekki, þú tekst ekki á, ef þú segir eitthvað það er bara meiri háttar dónaskapur að gera og svo eru Frakkarnir alveg hinum ástum við erum staðar þarna á milli. En skólinn, sérstaklega hinn vestræni skóli, þetta er eitt af stóru vandamálunum, tel ég og það er frábær bók eftir, man ekki hvort það var Lippmann, hún heitir Thinking in Education, hún kom út fyrir talsvert lengur síðan, sem benti á hvernig í raun og veru börn virðast læra næstum hvað sem fyrstu árin, bara af einlægum innri áhuga. Þau byrja að ganga og þau byrja að skoða og þau detta á bossan og þau klemma sig og svo byrja þau í skóla. Og þetta er bandarísk bók þannig að þau miða við að þau byrja ekki í skóla fyrir 6 ára en leikskólinn þetta hér. Og svo bara eins og sogað úr þeim einhver svona lífsánægja. Bara nokkrum árum seinna eru ekki hægt að þekkja þessi börn fyrir sömum börn. Þau hafa ekki lengur neina sérstaklega unun af því að læra og þvert á móti bara skólinn að einhver leyti kannski í lagi sem staði sem þú hitti vinniðina félaga en mest að pína öðru leyti. Og hann benti á þetta að sagði, skýringin á þessu svo að gæti verið þessi að kennarar séu haldnir ranghugmyndum, algengum ranghugmyndum hvað fagmennska fel í sér. Að fagmennska fel alltaf í sér skipulag, mælingar og árangur eftir einhver svona línulegu ferli og að kennurum finnst þeir vera að svíkjast ef að það fær of mikið svona lífrænt starf eiga sér stað í skólanum þar sem börnin eru bara að uppgötva og rannsaka. Og hann bendir alveg tala sérstaklega þetta að það þarf til dæmis að takast á við erfiðar hugmyndir eins og ofbeldi og ýmsar svona kjarnahugmyndir sem þú ferð ekki í gegnum samfélagans að vera meðvitaður og taka afstöðu til. Það þarf að leyfa börnum sem hugsandi verum að takast á það. Og það þýðir þá að við megum ekki bara segja við börn ofbeldi vont. Það má ekki taka frá öðrum, má ekki stela, má ekki reglur upp á vegg og allir vondir. Heldur þarftu að geta gerði að hann bendir á að ein leiðin svo að leyfa börnunum að hugsa þessa hluti og tjá sig þá og þora að vera með umræður í skólastofum sem að jafnvel fara á staði sem að maður fær alveg bara kalt vatn milli skins og hörunds þegar einhver ætla bara að fara að taka afstöðu með og segja bara allt í lagi að sterkari taki eða bara ég styð Ísrael og krakki þarna í stólnum með frá Palestínu og þannig að skóla séu allt of hræddir við því að leyfa viðkomum málum að koma upp á borð og vantreyst í raun og veru börnum sem vitsmunaverum í því að með aðstoð kennara geti leitt það að vitsmunalegri niðurstöðu sem ekki hættuleg. Þannig í staðinn fyrir að skóli sé staður þar sem að börn fá leirklessu og fá að laga úr því eitthvað listaverk sem svo með tímanum verður flottara, þá skólinn staður þar sem þú færð alltaf full eldaðar hugmyndir sem jafnvel að fara í gegnum aldaþróun og þú fær loka afurðin á borðið og þú skal læra hana og þannig virkar bara ekki mannsheilinn. Og ég bara eftir þessum tími liður verði ég alltaf sannfærar að þetta er hárrétt gagnrýni á menntakerfið. Að skólinn ekki staður þar sem börn fá að vinna nógu mikið með hráefnið og hugsa og tjá og tala og það of mikið verið að leggja á borðið endanlegar afurðir af einhverju sem börnin voru ekki þátttakendur í að skapa og bara segja þeim að svona hlutin að vera. Þannig ég held sér rétt hjá þér. Ég held að þarna sé eitt stærsta sóknarfæri til að breyta skólum og þá þarf að takast á við þessa hugmyndum fagmennskuna því að fagmennsku hugmyndum... Það er líka að takast á við alltaf sikkvata þessa lands sem að myndu hafna þessu. Og því að þau telja að vera eina hlutverk skólans að framleiða þessar tilbúnu kökur
Og láta börnin borða þær. Já, en slagurum við Sighvatar landsins það er ekki slagur sem ég óttast. Hitt er það sem ég óttast miklu meira er það að kennara þori að taka sér annar hlutverk en þeir eru vanir og þori að leyfa átti sig á því að leið okkar að þroska og leið okkar að viti er ekki vörðuð tómum sigrum. Manneskja verður til úr alls konar samtíningi, ákveðum aldrei varst þú ábyggilega og ég var þannig í uppreisn og svona var að rífandi kjaft og Guðbergur sagði eins og uppaf alls misskilningurinn uppaf alls skilnings. Mér finnst þetta gott sko. Að maður þarf ekki að vera of vandur af því hvernig maður baslast í gegnum þetta. Að maður byggir þetta líka á svona einhverju ferði í gennum misskilningin sko. Frábært kvót og lýsir þessu vel. Og það er sama með menntun að hún verður til og þess vegna svo frábært að við skulum eiga heilt skólastig, leikskólans sem bara hefur hingað til en er í erfiðleikum núna að standa vörð það. Að líta svo á það sé raunveruleg sko, að frjálsleikur sé eitthvað sem er þroskandi og er það besta í raun og veru sem að þú getur gert við börn á aldrinum 2-6 ára. Það er að leyfa þeim að vera í sjálfstýrðum leyfa að takast á við hlutina sjálf, rannsaka heiminn upp á eigin spýtur og þá koma fram gagnrýnendur og segja þarftu virkilega háskólanám til þess að horfa börn vera að leika sér og þá er komin þessi fagmennsku hugmynd að þú getur raun aldrei verið fagmanniski nema að setja strengjabrúðu meistari. Sem er akkurat öfugt sko. Akkurat. Já, það verður þetta búa til svoleiðiskennara bara á einhverju sumarnámskeiði. En það þegar vorum að tala svona tíman í þessu að einhvern tímann heyrði ég sagt að það væri mikil guðsblessun á Íslandi að sko leikskólanir hefur orðið til í þessu gati sem að var svona hugmyndur menntun, svona kannski á 7. og 8. áratugnum. Að þeir sluppi gegn þar og þess vegna eru þeir sömuleyti betri á Íslandi í samanburði við leikskóla í öðru löndum. Vegna þess að þeir sluppu bara inn á góðum tíma. Örglega rétt og þeir eru alveg sko, við erum með einhverja bestu leikskóla í heimi, það er ekki nokkuð spurning. Þeir gengdu á einhverju leyti þessu hlutverki að tryggja það að mæður getur farið út á vinnumarkað og það var í félagslegu stað til að taka við börnunum en svo hefur hann fengið að þróast upp úr þessum hugmyndum sem þarna kom upp á þessum tíma það að jáfnvel þó sett lítil manneskja þá fylgir því ekki fyrir þeir skuli borin lítil virðing heldur að sko þú ert ekki barn til að verða fullorðin og þú ert ekki leikskóla til að fara í leikskólinn. Barn er ekki kölluð fullorðin. Nei, lífið sjálft er bara lífið á hverjum þeim tímapunkti sem það er og það er að bera virðingu fyrir því og svo hugmyndafræði er mjög dýrmætt og hún er eftirsóknarverð mjög víð annars staðar þessi lítið er á leikskóla sem hálfgera bara geymslur fyrir börn. Og kannski í andaði sem hún sagði áðan að hvernig við erum að meta verðmæti þess sem við höfum búið til að skoða hvernig við höfum búið til skólakerfi í samanburði hvernig við höfum búið til eitthvað annað að þá er kannski eins og leikskólinn er eitthvað sem við ættum að horfa á að það er eitthvað stórkostlegt sem okkur tókst að búa til sem er miklu betra heldur en sjó og vís og TM eða hvað sem er alltaf verið að kenna okkur að við að tíkna einhvern veginn sem eitthvað stórkostlegar félagslegar heildir sko. Við höfum miklu betri leikskóla en banka. Já, herðu, Ragnar, gaman að fá þig hingað að spjalla skólamál vítt og breitt og við munum halda þessu samtali áfram. Bara gaman að koma, takk fyrir mig. En ég sita eftir og reyni að skilja þennan heim sem við lifum í samfélagið og kannski mig sjálfan í leiðinni næst í kafli eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og blessuð, það berast óhuggulegar fregnir af þjóðvegum landsins. Mist
allt of mörg mannslíf í banaslysum í umferðinni. Þau eru orðin 11 nú þegar júní er ekki búinn. Árið er ekki hálfnað. Með sama áframhaldi myndum við missa 22 manneskjur sem vonandi verður nú ekki, vonandi verður bara stopp í þessari óheilla þróun. En þetta vekur óhug, ekki síst í ljósi þess að allt árið í fyrra urðu færri banaslys en nú þegar eru orðin. Og til að svona fara aðeins inn í hegðun okkar á þjóðvegunum, aukna umferð að einhverju leyti, innviði og ástand vega og svona velta upp alls konar álitefnum og spurningum sem að kvikna í tengslu við þetta, hef ég fengið fulltrúa frá Samgöngustofu til þess að ræða þetta mál aðeins við okkur. Vertu velkomin Þórhildur Elínardóttir, samskiptastjóri Samgöngustofu. Takk. Mér langar kannski til þess að hefja leika og spyrja þig, hafa íslensk stjórnvöld með einhverjum beinum hætti séð ástæðu til þess að bregðast við þessari bylgju, þessum mikla fjölda látinna í umferðarslysum það sem af þess árs? Já, sannarlega. Það er þannig vissulega að umferðaröryggis áætlun, hún gerir svona langtímaplön og gerir sínar áætlanir út frá þeim gögnum sem að liggja fyrir. Það er að segja við sjáum eitthvað trend eða einhverja hegðun og það er brugðist við því með ákveðnum hætti. En í þessari hræðilegu lotu sem er núna yfirstandandi, við lítum svo á að áramótin marki einhver þáttaskil og þá byrjum við á 0 og þetta hefur nú ekki byrjað vel. Nei. Og janúar byrjaði mjög illa bara strax og þá þegar hófu samtalið ráðherra samgöngumála og með sínum undirstofnunum sem eru Samgöngustofa og Vegagerðin og rannsóknarnefnd samgönguslysa. Sem að ræddu málin varðandi það hverjar svona líklegar orsakir væru, með hvaða hætti væri hægt að bregðast við og það samtali að sjálfsögðu ennþá í gangi. Þannig að við sjáum í rauninni þörf á því ofan á það að gera þessi svona skipulögðu umferðaröryggis áætlanir að í rauninni hvernig getum við brugðist við til skemmri tíma. Þetta er það alvarlegt mál að missa fólk í dauðan út á þjóðvegum ofan á það að fleiri eru að slasast vegna þess að slysum hefur fjölgað. Þetta er auðvitað ekki að líta á þetta sem svona einhvern eðlilegan fórnarkostnað samgangna. Þannig að það er sem sagt, við erum bæði að tala að fleiri látast í umferðinni og fleiri slasast líka. Já. Þannig að slysum bara almennt er að fjölga. Slysum hefur fjölgað og það svona, sem einhvers konar hlutfall af þeim sem eru á ferðinni þá átti ég ekki alveg, ég get ekki alveg komið með þá tölu hvort að það er bara eitthvað svona fasti, þú veist, einhver svona fast hlutfall af þeim sem eru á ferðinni er að fara að lenda í einhverju. Það er ekki þannig sem við reiknum þetta. Heldur sjáum við bara það að slysum hefur fjölgað, slösuðum hefur fjölgað, látnum hefur fjölgað á þessu ári og er í rauninni svolítið á pari við það sem var kannski fyrir 5 árum. En sko orsakirnar eru meðal annars aukin fjöldi út af vegum. Já, augljóslega. Og þetta gerist á tímum sívaxandi ekki umferðaröryggis, sívaxandi stækkandi þáttar öryggisbúnaðar í bílum. Okkur er sagt að þeir verða alltaf öruggari og öruggari. Þannig að þetta er ekki síst áhyggju efni sýnist manni í ljósi þess að bílarnir er að verða öruggari og öruggari og því er svona bakslag í rauninni kannski enn alvarlegra en ella, ekki satt. Sannarlega, bílarnir eru öruggari núna heldur en þeir hafa nokkru sinni verið. Það er þannig. Tæknibúnaðurinn er mun meiri og bílinn hjálpar þeim miklu meira. Þannig að það er til staðar. En hegðunin hún er
kannski gamli heilin ennþá þarna í okkur og hún ekki nægilega góð og hegðunin það sem að ræður mestu afdrif okkar og gæfu í umferðinni. Já, sko 11 látnir, langflest slysin á þessu ári ef ekki öll utan þéttbýlis. Þjóðvegurinn sannarlega varasamur þessa dagana, gæti maður ályktað og við erum bara rétt að byrja að sjá þá umferð sem verður á vegunum þegar flestir ferðamenn verða hér. Ég spurði áðan sko hvort stjórnvöld væri búin að bregðast við, eru þau búin að þú sagðir að þetta samtal væri hafið en sko hefur eitthvað komið út úr þessu? Sko það ekki komin einhver svona quick fix. Nei. Það ekki til. Nei. Quick fix á þetta. Nei. En þegar að allir taka saman höndum, að þá það líklegt til þess að skila árangri. Já. En þegar ég segi allir, þá meina ég auðvitað öll þjóðin. Já. Það sem að þarf til, þetta samvinnuverkefni okkar allra. Já. Það ekki þannig að fáeinir aðilar eða einhvers konar kerfi bjargi hegðun heillar þjóðar og hennar gesta. Við sitjum auðvitað uppi með það að sko augnablik ræður mjög miklu. Þannig að sko hvaða sem að í rauninni fær fólk til að taka mikla sjansa, það getur verið eitthvað mjög flókið, alveg örugglega, en það sem að okkar forvarnir á Samgöngustofu ganga út á, það í rauninni að hvetja fólk eindregið til þess að kynna sér örugga hegðun og fara eftir henni. Við vitum þetta öll, reyna svolítið að sýna agan sem þarf til þess að vera ekki í símanum á meðan maður að keyra, vera með beltin spennt, keyra á löglegum hraða. Sko löglegi hraðin, hann settur af ástæðu, hámarkshraðin, hann settur af ákveðin ástæðu. Vegirnir okkar þola ekki meira heldur en það sem að framkemur í hámarkshraða. Þannig að það nú eitt. Þannig að í rauninni bara hvert og eitt okkur ber gríðarlega ábyrgð, við sem að stjórnum ökutæki, við berum alveg gríðarlega ábyrgð á okkar eigin heilsu og annara. Þannig það. En slit á vegum maður hefur heyrt að þyngstu ökutækin sem fara íslenska þjóðvegi séu á við 10.000 létta bíla og ég veit þú sagðir að mig þegar ég baði að koma hérna í þáttinn að ástand vega væri á forræði vegagerðarinnar og ekki beint undir þínum hatti, en ég held við verðum samt að reyna að ræða aðeins sko þessi samgöngumannvirki sem við erum með. Ég veit ekki hvort það á þátt í þeim bannaslysum sem orðið hafa á árinu hve vegir Íslands eru í misgóðu ástandi, en eitt sem sameiginlegt með þeim að það ein akrein eiginlega allstaðar og vegaxlir eru oft ekki mjög traustar. Ég sjálfur mjög mikið á milli Akureyrar og Reykjavíkur eða Mývatnssveitar og Reykjavíkur og hef í rauninni alltaf gert bara síðustu áratugi. Mér finnst að verða oftar og oftar sem að það einhver svona dæld í vegi eða sem sagt að maður finnur aðeins fyrir því að veginir eru kannski ekki jafn góðir og þeir þurft að vera plúst að þeir eru þröngir. Og svo hef ég rekið mig á alls konar hegðun sem að ég hef reyndar að skrifa fréttir til dæmis skrifaði fréttaröð í Fréttablaðið fyrir nokkrum árum þessa miklu kastara sem að voru á stærstu flutningabílunum og geta blindað ökumenn, sérstaklega lítilla bíla sem eru lágt á veginum. Eins og ég segi, ég hef ekki hugmynd það hvort þetta sem ég nefni núna hefur verið orsakavaldur í einhverjum af þessum slysum, en maður veltir fyrir sér sko bæði það að siglingar í stað siglinga þá hefur orðið meira álag á þjóðvegina með þungaflutningum og það hefur orðið þessi sprengja í notendum vegana með ferðamannabombunni
það er oft verið sagt Íslendinga að við séum frábæri að bregðast við náttúruhamförum og snjóflóðum og þú veist stöndum öll saman eins og einn maður. En þegar komi að því að einmitt vera með plan fram í tíman að átta okkur á því að nú þetta gerast og þá þurfum við að setja meiri pening í þetta og við þurfum að hlúa meira þessu. Getur verið að við séum að súpa seyðið af ákveðnu andvaraleysi okkar samanber það sem að sunda því sem ég var að nefna? Já, það er auðvitað alveg örugglega ekki svona einföld skýring á þessu öllu saman. Ástand vega er eitt, en sko aðalega skiptir máli sama á hvernig vegið þú ert að keyra, að þú akir í samræmi við aðstæður. Þannig ef þú ert að keyra á vegi sem þið finnst mætti vera betri, að þá keyriru eins og hann sé einmitt þannig. Að þú keyrir meiri aðgátt og lækkar hraðan og allt þetta. Þannig að ábyrgð þín sem ökumanns er mest. Ástand vega getur verið alls konar og við búum með þetta líka þau veður skilyrði að vegir geta sko orðið ónýtir bara yfir vetramánuð. Þannig að það er eitthvað sem við munum alltaf þurfa að kljást við. Þannig að sko ég allavega okkar sjónamið er að sko ástand vega er eitt, veður er annað. Þetta er allt saman svona breytur sem hafa áhrif á það hversu hagfellt er fyrir þig að keyra á milli Mývatns og Reykjavíkur. En ef að veðrið er slæmt eða ef að vegurinn er ekki nægilega góður, ef það eru margir að keyra á veginum, ef það er myrkur og úrkoma, að þá keyrir bara þannig. Þú bara metur bæði það að fara út af veginn við þessar aðstæður og svo keyriru eins og þessar aðstæður séu fyrir hendi en ekki bara að það sé sumardagur, þurrvegur, þú veist, allt sé í góðu lagi. Þá notar þennan hámarksraða sem er uppgefin, hann miðast við bestu aðstæður. En ef það eru lakari aðstæður þá verður að keyra í samræmi við það. Þannig það er í rauninni þau skilaboð sem að við höfum reynt að halda á lofti. Þessi ábyrgð, meta aðstæður, fara varlega, bara vera allskáða og vakandi. Komið þið leiðbeiningum til erlendra gesta sem koma til Íslands? Já, við reynum það. Það er með hvað hætti? Ferlega erfitt. Af því að þau sko sá svona athyglisgluggi sem við fáum hjá fólki sem er að koma hérna kannski örfáa daga, hann er bara mjög lítill. En við reynum að nýta þær leiðir sem við mögulega sjáum að gætu gengið. Við höfum unnið til dæmis á tímabili unnið við mjög mikið með kínverska sendiráðinu sem dæmi að því þá voru ferðamenn frá Kína, var það nýjung hjá okkur. Þannig að við fengum svona sérstakt slott hjá þeim úti, bæði hérna hér sem sagt hjá kínverska sendiráðinu hér og íslenska sendiráðinu úti í Kína til þess að segja frá sérstöðu vega. Við höfum verið með kynningu í umborðið flugvélum, við höfum verið í samstarfi við bílaleigur, þannig að við höfum svona reynt að nýta þann vettvang sem við mögulega höfum til að ná til þeirra. En það er alveg handleikur sko, því að fólk líka kemur allstaðar að og er kannski bara fólk er misvant að keyra. Og sko það er annað sem er svolítið sérstakt held ég við Ísland miðað við allavega sum önnur lönd að sko bara ein saga. Einu sinni var ég að aka yfir Víkurskarðið áður en Vaðlaheiðargöng voru opnuð, minni mig, held það. Og þá er þarna orðin töluverður straumur af erlendu ferðamönnum og þetta var á milli vetrar og vors og ég fer yfir Víkurskarða austan og þar eru nokkrir bílar stopp með erlendu ferðamönnum í þar sem er sko hættulegast að stoppa í brjáluðum bíl, ekkert skygni en samt var ekki ófært og þeir höfðu stoppað á hættulegasta staðnum upp á þessum fjallvegi í Víkurskarðinu af því að þeir voru ekki vissir hvað væri handan við hornið
og þegar ég stökk út úr bílnum, útskýrði fyrir þeim, það verður að hafa það, þið séu ekki viss, þið skapið miklu meiri hættu með að vera hér, hérna þið verða að halda áfram, þótti sjáuð ekki hvað er hinum megin, ef hann bara örfá metra, og þeir höfðu aldrei velt því fyrir sér, að það geti verið rétt að halda áfram þegar þú vissir ekki hvað var framöndan. Síðan rakið á eins og beljur niður á Víkurskarðinu og talaði svo við þá þegar við vorum allir þegar við vorum öll komin niður á láglendi aftur og þau sögðu það hefur enginn sagt okkur hvað við erum að gera þegar við erum á fjallvegi og aðstæðunar verða þessar. Þetta fannst mér til dæmis lærdómsríkt. Þannig að eru þau svona aktíft að reyna að finna nýtt aðgengi að erlendu ferðamenn sístu í veðurtíma? Þetta er eilíða verkefni og náttúrulega með þessari sprengju ferðafólk sem var hérna fyrir örfáum árum, hún hefur kannski ekki dalað neitt mjög mikið. Þannig að þá er þetta eilíða verkefni að reyna að koma þessum skilaboðum áfram. Þannig að við erum svona þetta er bara eitt af því sem við höfum verið að sinna. Svo höfum við verið að taka svona, við sjáum sko hvar svona viðbótar álagið þú veist að við sjáum orsakir viðbótar áskoranir sem að hafa bæst við það sem er núna búið að vera í mörg ár og hefur reynst nauðsynlegt að taka upp sérstaklega. Það er notkun fólks á símum meðan það er að keyra. Sko eins og þá var fólk bara með takkasíman við eyrað, það þótti ekkert eitthvað það slæmt alveg í árdaga farsímana, en svo náttúrulega er það bannað í fyrsta lagi og svo eru símarnir orðin þannig að þú kannski minnsta sem þú notar þá er það að tala í þá. Þannig að þú ert kannski bara að nota þá til að skipta tónlist og senda skilaboð og lesa tölvupósta og senda skilaboð. Horfa á YouTube. Fólk í alvörunni heldur að það geti það sem var reynt að ljúga að okkur að væri ótrúlega sniðugt, sem er að multitaska. Við getum það ekki. Þetta er mýta. Það getur engin multitaska, það getur engin hort á YouTube og ekki með örgum hætti samtímis. Þannig að þú veist, það er það verkefni sem við höfum verið að sinna núna nýlegast, að hvetja fólk til þess að setja á símastillingu og leggja síman frá sér. Það er ekkert svo mikilvægt að það megi ekki bíða þangað til að hægt er að sinna því með örgum hætti. Það má alveg nota síman, þú getur alveg sett á tónlist áður en þú leggur á stað og svo bara hlustar á hana þangað til að þú stoppar á næsta áningarstað. En sko ekki hafa síman bara fyrir félagskap alla leiðina. Ekki með því að vera að sinna honum eða lesa skilaboð eða senda skilaboð. Þetta er alveg augljóst þegar við tölum um það. Þér finnst þetta augljóst, ég vona að þú sérst á sama máli. Algjörlega. En sko samt einhvern veginn erum við svo, að því þú talar um að bregðast við, við erum svo mikið í viðbragði. Síminn pípir og við bara bregðast við þó að það henda okkur ekki. En ástand vegana er ekki nógu gott og það er ekki varið nægu fyrir í viðhald, hvorki á þessu sviðinni og öðru á Íslandi. Ég held við séum alltaf meira og minna að setja peningin einhverja vitleysu og ekki þangað sem að peningar þyrftu helst að renna. Og svo er það frekjan, það er frekikallinn, sá sem að keyrir fram úr öðrum. Ég geti örugglega sagt þér bara sögur fram á haust af augnablikum þar sem að maður upplifir að maður hafi verið nálægt í að lenda í lífshættu út af framúrakstri. Framúrakstri frekakallsins sem er bara alveg sama virðist vera þótt að komi umferð á móti, hann fer bara samt fram úr þér og maður þarf stundum sjálfur að negla niður í hálku til þess að hleypa honum aftur inn í röðina hægra megin á veginum til þess að hann skelli ekki á næsta bíl. Þetta finnst mér ekki hafa það er svo margt sem hefur breyst í okkar hegðun til hins betra. Bara að maður horfir á uppeldismál og alls konar svona samspil þátta, það er ótrúlega margt sem er miklu betra í dag en það var þegar ég var krakki. Já, ég sammála.
En til dæmis þessi menning, hún ég hef ekki séð að það séu nokkra umbætur í frekakallinum sem að tekur fram úr öllum hinnum og stofnar mjög mörgum í voða og tengt því líka sko að við erum að verða vitni, finnst mér, að fleiri erlendum ferðamönnum sem að jafnvel eiga það til að stoppa bara upp á Holtavörðuheiðinni eða langar að taka mynd bara með mjög skömmu fyrirvara og stoppa jafnvel á miðjuveginum. Þetta eitt af því sem við höfum verið að í rauninni einn af þeim þáttum sem við höfum verið að setja í okkar boðskap gagnvart erlendu ferðafólki að ekki stoppa. Stoppaðu þar sem er ætlast til þess að maður geti stoppað en ekki annars staðar af því að við með þetta þekkjum þetta örugglega við öll sem að höfum eitthvað keyrt utan bæjar þekkjum þetta að allt í einu bara er einhverja það er hestur eða eitthvað og fólk vil ná mynd á honum þetta er náttúrulega bara ótrúlega flottir hestur og fólk verður að taka mynd á honum núna og það skiptir kannski einhver máli þó sért á þjóðvegi af því það er eiginlega engin umferð. Þú veist, fólk sem að kemur utan úr heimi þar sem er sko miklu fleira fólk það upplifir ekki endilega að það sé mikil umferð á okkar þjóðvegum. Þú veist, þannig að upplifunin er kannski aðeins önnur. Heldur það sé bara einhverjum einkavegi þegar það ekki búin að mæta bíl í nokkra myndur? Mögulega, en að því þú nefndi frekakallin þá er það þetta spennustig sem að maður áttar sig ekki á því hvort að það hefur einhvern veginn farið vaxandi að fólki finnst að liggja lífið á og kannski einhverjir bara upplifa að þeir séu ódauðlegir. Það komi bara ekkert fyrir þá og finnst það skipta öllu máli að vera fremstur. Einhvern veginn geta ekki verið að keyra fyrir aftan einhvern annan. Þannig að þetta er einhver hugsunarháttur sem að engin nema viðkomandi getur svona undið ofan af. En við reynum okkar besta til þess að fá fólk til að aðeins að staldra við og svona hugsa málið aðeins til lengri tíma heldur en næstu 5 sekúndna. Þegar ég segi frekikallinn þá samt auðvitað þetta mjög alvarlegur málaflokkur og það sæmir ekki vera með einhverja léttúð í þeim efnum þegar við ræðum þessi mál. En ég ætla samt að leyfa mér að segja það að kannski það til marks valdeflingu ungra kvenna að þetta eru eiginlega allt saman kallar sem að taka út úr manni sem taka fram úr manni við stundum ekki góðar aðstæður en það er einstaka ung kona líka maður sér engar miðaldra eða gamlar konur stunda þessa háskalegu hegðun en það kemur fyrir núna að finnst mér að ungar konur séu kannski alltaf því jafn kræfar eins og ungir kallar og það er auðvitað ekki nógu gott en það er samt kannski eitthvað sem er jákvætt við að ungar konur tekja sér meira pláss. Ég veit ekki alveg hvort þetta er svona birtingarmynd svona einhverja framfara, ég held ekki en sko þetta með konur hafa verið í minni áhættuflokki með að valda umferðarslysum heldur en kallar. Þannig að það eru ungir karlmenn eru svona sá hópur sem hefur kannski í gegnum tíðina verið svona útsettastir fyrir því að stunda áhættu hegðun. Reyndar er það þannig að undanfarin ár þá hefur ungum ökumönnum gengið betur heldur en oft áður að stýra sinni hegðun og haga sér bara skynsamlega, aðeins meiri skynsami í þeim heldur en kannski var í okkur þegar við vorum á þessum aldri og það er alveg hægt að segja að það er sko betra ökunám að skila sér við, þegar að þú lærður á bíl, ég veit ekki hvernig það var en 2 tímar ég tók 2 tíma Já, einmitt, og það þótti bara mjög töff því færri tíma því frábærari var þetta en núna er það ekki lengur þannig og núna er það þannig að fólk þarf að taka x marga tíma og miklu fleiri en 2 og fólk þarf að standast alls konar og fólk þarf að fara í gegnum ökuskóla 3 og prófa og það er svona virkilega reynt að leggja inn ábyrgðartilfinningu
hjá ungu fólki, þannig að ungum ökumönnum hefur svona almennt gengið betur undanfættum árum heldur en var hér áður fyrr. En enga síður að þá þetta fólk með meiri hormóna heldur en við. Þannig að það kannski ekki alltaf hjálplegt. Þetta annar heimur, en sko þetta ömurlegt. 11 látnir og svartasta janúar byrjun mitt sem komst aðeins inn á áðan bara sem að hefur orðið nánast og svo tínist þetta svona endalaust inn en það samt jákvætt kannski svona ljós í þessu myrkri að kannski segir það eitthvað umferðarhraða í þéttbýli hvort sem við horfum til höfuðborgarsvæðisins eða norður til Akureyrar eða eitthvað að það eru ekki verða banaslys í umferðinni hér í Reykjavík. Ég myndir ekki kannski orða þannig að það séu ekki að verða banaslys á höfuðborgarsvæðinu eða í þéttbýli. Það er ekki þannig. En hins vegar þá hefur kannski aukin umferðarþungi mögulega gert, ég veit það ekki, þetta er ekki kenning, þetta er bara hugleiðing, að aukin umferðarþungi hefur mögulega kannski hvatt okkur til að sýna meiri árvekni og keyra hægar í þéttbýli og við sjáum það sko, þú veist, það verður auðvitað árekstrar og það verður nudd og þú veist, en það kannski er enginn að slasast eða deyja eða síður, en það gerir samt ennþá. Veist, það er alveg, það verða hættuleg slys sem að valda miklum skaða í jafnvel dauða. En ef við horfum til þessa árs þá, ég er ekki viss að sé neitt á þessum 11. Ég er ekki með þær upplýsingar, en það var allavega að hluta til í fyrra, það dóu 8 í umferðinni í fyrra og að hluta til var það í þéttbýli. Þannig að það er ekki hægt að segja að við séum bara öryggi þéttbýli, en sveitafjölin eru svona farin að kannski gera sér betri grein fyrir því hversu hraðin mikill áhrifavaldur á umferðaröryggi og það hefur svona færst í vöxt allavega að sveitafjölög íhugi eða jafnvel framkvæmi svona lækkaðan hámarkshraða. Það hefur gerst svona á stöku stað og svona það hefur aðeins verið að færist í vöxt í umræðinni. Það að mjög mörgu að hyggja og svona með saminuðu átaki og aukinni árvekni og betri siðum og ekki síst ef stjórnvöld fara nú aðeins að forgangsraða sínum fjárveitingum áttu að sjá því að þegar samfélag býr til ferðamannasprengju þá verður það að huga betur að innviðunum. Við leysum ekki þessi mál en það er ágætt að impra á þeim eins og við höfum gert og takk fyrir að koma. En Þórhildur Elínardóttir, samskiptastjóri Samgöngustofu, segðu okkur eitt orðum svona ykkar átak rafskúturnar í lokin og hverju þið hyggist ná fram í þeim efnum. Ég þarf að fá að segja aðeins meir en eitt orð. Nei. Sko, rafmagnslaupahjólin, þau eru bara hrein viðbútt ofan á aðrar áhættur. Það hefur ekki dregið úr áhættu í annars konar slysum, heldur bara bæst hreinlega við. Þannig að okkar átak sem við hófum í fyrra, það er í rauninni felst í því, það heitir ekki skút upp á bak og felst í því að hvetja fólk til að nota rafmagnslaupahjólin með sömu skynsemi eins og það myndi gera ef það væri með stærra ökutæki. Það er að segja ekki fara hratt. Það er ákveðin hámarkshraði sem það þarf að vera. Það er hægt að, ég veit að hvað má fara hratt á 25. En það er hægt að taka úr eitthvað öryggi til þess að fara hraðar. Sumir hafa verið að gera það sem að eiga sitt eigin rafmagnslaupahjól. Þannig að við brýnum fyrir fólki að keyra með á skynsamlegum hraða. Hraðinn skiptir ofsalega miklu máli. Svo er það að vera edrú. Ekki vera undir áhrifum. Ekki tvímenna. Það eru þessi sömu hlutir eins og almenn skynsemi segir manni að gera. Þú veist, að þegar þú ert á rafmagnslaupahjóli að þá ertu mjög óvarinn. Þegar þú ert á leiguhjóli þá ertu mjög líklega ekki með hjálm til dæmis. Hjólin eru lítil á þessum tækjum, þannig að
Þannig að ef þú ferð í misfellu eða onni í hólu eða upp á kant, að þá getur mjög auðveldlega hjólið snúist gegn þér og þá ferðu stýrið í andlitið. Þannig, og það það sem að gerast, að fólk að slasast, sko, áverkarnir eru bara mjög sýnilegir, læknar á spítölum hafa talað um mikla andlitsáverka, þú veist, tannmissi og svona, sem kannski fólk á þessum aldri sem notar hjólin ekkert endilega spennt fyrir að upplifa. Nei, og þetta svolítið kvöld- og næturslys? Hefur verið það. Sem benda til áfengisneyslu. En þetta átak okkar, ekki skút upp á bak, við sáum raunverulegan árangur af því og við sáum það bara í okkar viðhorfskönnunum gagnvart því að hversu mörgum þótti í lagi að aka óvarlega áður og eftir. Þannig að við virkilega sáum að það hefði dregið úr akkurat þessum slysum og við viljum, við allavega teljum að svona aukin vitund fólks svona réttanotkun af þessum tækjum, að hún sé að skila árangri. Ertu með einhverja skoðun á því hvort þetta bara banna þessi fyrirbæri eins og sumar þjóðir hafa gert? Ég hef ekki persónulega skoðun á því, nei. En sko ég held að eins og með alla tækni þá ef hún rétt notuð og þá getur hún verið ágætt. En sko þetta er ekki hreyfing. Þetta kemur ekki staðin fyrir einkabílinn. Nei, og þetta er áhættu hegðun upp að ákveðnu marki. Ég meina, ef þú notar það með röngum hætti, það ert að taka sénsa, óþarfa sénsa, þá er það auðvitað ekki gott. Nei, og jafnvel sko þóttu takir enga sénsa, þessi pínulitli hjól sem þú nefndir, mér líður ekki vel á þessu. Ég prófaði þetta nokkuð sinnum og ég hugsaði bara, ég þori þetta ekki. Nei, við erum á svo gömul. Við viljum bara setja einhvers þar í stól og drekka kaffi. Þórhildur Elínardóttir, samskiptastjóri hjá Samgöngustofu, kærar þakkir fyrir spjallið. Takk fyrir mig. Og þá förum við yfir í nýjan kafla. Gunnar Smári tekur við. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, fyrir rúmu ári að þá birti listamaður, ungur listamaður, Oddur Eysteinn Friðriksson, verk sem að hét We're Sorry og sem hann ávarpaði eiginlega heiminn fyrir hönd Samherja og baðst afsökunar á öllum glæpum fyrirtækisins. Þetta var myndlistaverk sem að vakti athygli en fór fyrir brjóstið á Samherja sem að setti lögbann á verkið og stemdi síðan Oddi og hann þarf núna að verja sig í málaferlum. Hann er hérna á línunni frá Noregi. Oddur, velkominn. Takk. Og sæll. Já, þetta verk sem þú sýndir, ef að byrja aðeins að þú myndir segja mér aðeins frá því, hvað þarna bjó að baki? Já, það var þannig að ég opnaði heimasíðu sem að hét samherji.co.uk sem er þá breska útgáfan af Samherja heimasíðunni og gerði nákvæma eftirlíkingu eftir mínu sniði. Þar birti ég stóran texta sem stóð We're Sorry og ef þú smeltir á það þá gastu séð fréttatilkynningu sem átt að líti út fyrir að koma frá fyrirtækinu. Það sem var beðist afsökunar á öllum meintum misgjörðum í Namibíu. Það var heitið... Ekki meintum í fréttatilkynningunni því að líklega var gekkst Samherji í þinni uppdiktuðu fréttatilkynningu að þetta væru glæpir. Jú, mikið rétt. Í fréttatilkynningu er gengist við því sem að Samherji á að hafa gert í Namibíu og þeir heita samstarfi við yfirvöld og restitution sem er bætur vantanlega
Og þessi fréttatilkynning var send til 100 fjölmiðla í 20 löndum sem hafðu þegar fjallað Samherjamálið sem kallað Fish-Rot Files erlendis. Þessi fjölmiðlar hófu að taka upp þessa frétt og fóru að hafa samband við Samherja og í kjölfari sendi Samherji frá sér fréttatilkynningu þar sem þeir baðist ekki afsökunar. Nú nokkrir dagar liðu þar til að opnun á samsýningu útskriftarnema Listaháskóla Íslands kallað Rafall Dínamo opnaði í Listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsinu og þar var ég með 10 metra vegglistaverk sem að stóð We're Sorry einnig og þar með var tengingin komin við Raunheima, þetta hugmynda listaverk mitt. Í kjölfarið þá fekk ég kæru eða stefnu, ég veit ekki, ég þekki ekki þetta lagalega tungumál. Það er líklega stefna frá einkaaðila, það væri kæra geti verið til saksóknara, ákæra væri að þetta væri opinbert mál, að þetta væri brot gegn almenningi, að þá væri ákærandi sem að myndi ákæra þig, en þetta er líklega stefna sem einkaaðili fyrir mál við þig. Já, ég fæ stefnu og mér er gert að mæta fyrir framan dómara innan 48 klukkustunda. Þetta er þegar ég er að útskrifast og útskrifastasýningin er að opna og það var mjög óvenjulegt að eiga að mæta fyrir framan dómara í London, Hæstarétti í London. Ég fekk aðstoð frá góðum aðilum og gat komið fyrir mér vörnum, svona initial vörnum. Þannig að Samherji stefnið er ekki fyrir héraðsdóm niðri í bæ, heldur fyrir í London vegna þess að heimasíðan var sett upp sem heimasíða Samherja í Englandi eða Bretlandi. Já, þeir nota það væntanlega sem svona útgangspunkt. Það er líka þannig að það eru miklu hærri fjársektir sem eru dæmdar í Bretlandi heldur en á Íslandi. Við þekkjum þá sögunni að Jón Ólafsson, viðskiptamógull, stemdi Hannesi Hólmsteini fyrir meiðyrði einmitt í Englandi og fekk dæmdar miklu hærri bætur heldur en að hefðu fengist hér fyrir meiðyrði. Já, það er okkur þannig. Ég held að Hannes hafi áfrýjað og unnið málið síðar. En þetta tók mörg ár og hann er örugglega farið í mikinn mínus við þetta. En ég meina dómarinn hann úti, hann talaði lögfræðinga Samherja, ég fengi transkript af hvað við farið fram og dómarinn segir mjög skýrt að þó að séu dæmdar einhverjar fjársektir að þá eigi engar eignir í Bretlandi og það sé ekki hægt að færa þessar sektir yfir til Íslands eftir Brexit. Þannig að í rauninni tilgangurinn með því að flytja þetta mál þarna úti er bara að veikja stöðu mína til þess að geta haft einhvers konar réttarhöld vegna þess að það kostar mikið að verja sig þarna úti. Menn þurfa að borga háar fjárhæðir bara til þess að láta lögfræðinginn sinn hitta dómarann til þess að leggja fram alls konar gögn og sitja yfir öllu. Þetta er mjög flókið réttarkerfi þarna í Bretlandi. Þannig að þinn skaði verður ekki sá að þú verður dæmdur í háar fjársektir fyrir að hafa gert þetta vegna þess að þú átt engar eignir í Englandi. Þinn skaði verður það að þú þarft að borga enskum lögmönnum einhverja fúlgur fyrir að reka þetta mál. Já, mikið rétt. Ég tel að það er í rauninni stærsti kostnaðarliðurinn eins og staðan er núna. Ég náttúrulega veit ekki hvernig er beint dæmt í þessu máli, hvernig þetta fer. Þetta er tjáningafrelsismál í rauninni. Listaverkið fjallar atburði sem eru að gerast í samtímanum og eru gagnrýnir og þetta ætti að vera varið undir tjáningafrelsi að fyrirtæki get ekki bara varið sér frá því að einhver fjalli þau opinberlega í tjáningu, hvort sem það er í máli eða mynd. Ég meina að samaskapið þá ætti áramótaskaupið ekki að mega sína Samherja eða Þorstein í sínu efni, hvað þá skopmyndateiknarar. Þannig að þetta snýst í rauninni bara að þetta fyrirtæki er að kæfa tjáningafrelsi. Þeir vil ekki að þessi gagnrýni sé sett fram. Þeir vil ekki að vera tengdir við þetta mál þó svo þeir hafa verið tengdir við þetta
löngu áður en að ég kom til sögunar. Þeir var sjálfur beðist afsökunar einu sinni sem var frekar bagalega afsökun að margra mati og í rauninni var ég bara að gera þeim greiða að gera almennilega afsökunarbeiðni sem að þeir hefðu svo sem geta staðið á bakvið. Þeir báðu þig nú ekki það en ekki stefnan þeirra byggð á því að þú sért að nota vörumerkið þeirra, að þú sért að stunda blekkingar, að fólk hefði geta haldið að þarna væri á ferð þeirra raunverulega yfirlýsing, þannig að þetta ekki skopstæling eins og þú ert að vísa til í Spaugstofuna, heldur kópur eru algjörlega bara allt þeirra vörumerki og þeirra lúk og þannig að þeir sem að rekast þetta inn í góðri trú að þeir sé að lesa yfirlýsingu frá fyrirtækinu. Er ekki þeirra stefna byggð á þessu? Akkurat, jú. Þetta í rauninni algjört eignarnám á ímynd fyrirtækisins. Hins vegar frá fyrstu frétt þessa heimasíðu og þessari afsökunarbeiðni þá hefur verið fjallað verkið We're Sorry sem í fyrstu var fjallað þetta sem falska heimasíðu. Þá fjallaði þetta út frá fréttatilkynningu í Samherja sjálfum, þannig að þeir gætu sjálfur haft áhrif á fréttaflutning og þeir gætu sagt að fölsk heimasíða og eitthvað verið að gera árás á það og þeirra söguþráður. Í kjölfarið kem ég fram opinberlega og lýsi yfir að þetta sé listaverk og þetta í rauninni bara þekkt sem listaverk. Það á ekki að fara fram hjá nokkrum lifandi manni að þetta hafi verið fölsk síða eða listgjörningur samkvæmt þessu. Og það er ekkert sem að Samherji fær út úr málaferlunum, ekki einhver svona viðurkenning eða eitthvað slíkt, þú hefur gengist við þessu, þannig að það er ekkert sýnilegt hvað það sem að Samherji geti fengið út úr þessu réttarhöldum. Já, ég var með að sjá það. Þau eru bara að sparka í því aðeins. Já, þetta sé ekki verið að reyna að klekja einhvern veginn á mér. Hér koma lögfræðingar til mín í Bergen í Noregi og banka upp á klukkan 7 á morgnana til að láta mig hafa documents. Þetta hefur gerst ítrekað og þeir reyna að setja stein í götu mína hvað sem þeir geta í rauninni. Reyna að þrýsta á mig með einhverju svona lögfræðitaktík sem þeir hafa. En náttúrulega stærsta taktíkin sem þeir eru að reyna að nota er náttúrulega bara að þrýsta á mig. Þeir hafa náttúrulega ótæmandi brunna af peningum til að nota og ekki ég. Ég er náttúrulega bara fátækur listamaður og námsmaður og þeir vita að þeir geta ráðist á mig, taka neyri mér. Ertu listnemi á námslánum eða? Já. Þannig það er ekki mikið fé til þín að sækja og þú náttúrulega hefur ekkert efni á að reka málaferli í Old Bailey í London. Nei, alls ekki. Ef að dómsmáli fer fram á Íslandi þá á ég rétt á að fá verjanda en það sama gildir ekki í Bretlandi. Nei, þú ætti bara rétt á verjanda ef þetta verið opinbert mál, en þetta er engamál eða ekki, þetta er bara stefna. Jú, en í einkamálum þá áttu líka rétt á að fá lögfræðing, en þú getur hins vegar verið dæmdur til að borga síðar ef þú tapar málinu, en þú áttu rétt á lögfræði aðstoð. Hvernig fjármagnar þetta? Ég fekk styrki í upphafi verkefnisins í maí og júní í fyrra sem að gátu aðstofa mig, en lögfræðingar sem hafa verið að aðstofa mig sem að heita Avantgarde Lawyers og þeir sérhæfa sig í svona tjáningafrelsis og málum listamanna á alþjóðavísu. Þau hafa verið að aðstofa mig eftir bestu geti en þau eru að vinna algjörlega pro bono og það er ekkert víst að ég geti notið aðstofa þeirra áfram svo lengi sem máli tegir. Núna í sumar og byrjun haust þá er mjög svona kritískur tímapunktur fyrir mig að geta haldið upp í vörnum. Það stefnir í að þetta fari fyrir dóm Hæstarétti í London í september og eins og ég segi, það er mjög mikilvægt að það kom inn eitthvað nýtt fjármagn til þess að geta haldið upp í grunnvörnum í rauninni. Þetta er gríðarlega kostnaðarsamt. Dómarinn nefndi það líka við Samherjamenn, þetta er íslenskur listamaður, hann er ekki að fela sig, þið eru með myndir á honum hérna á öllum blöðum þar sem hann segist hafa gert þetta.
hann Íslendingur, hann býr á Íslandi. Þeir eru íslensk fyrirtæki, akkur sækið þetta ekki fyrir dóm á Íslandi. Og lögfræðingurinn þeirra segir hreinlega bara að þeir trúi því ekki að þeir fái sömu niðurstöðu á Íslandi og í Bretlandi. Þeir eru líklega að þeir fái jákvæða niðurstöðu, en ég næ ekki alveg hvaða niðurstöðu eru þeir að sækjast eftir. Að fá viðurkenningu að þú hefðir ekki mátt gera þetta, en ég meina, þú máttir ekki gera þetta, en þú gerir þetta samt. Ég meina, ég næ ekki alveg hvað heldurðu að sé markmið Samherja? Það mjög erfitt að segja, ég veit það ekki. Getur markmið það að sýna og sanna að þeir sem að ráðast gegn fyrirtækinu að þeir fáið óþvegið, að fólk hugsi sig tvisvar áður að það með eitthvað svona í fyrirtækinu í framtíðinni? Já, alveg klárlega. Klárlega, það getur verið eitthvað svona fyrirbyggjandi áhrif og náttúrulega, þeir hafa náttúrulega elst við blaðamenn og núna listamann sem fjallar það. Herðu, en ég alveg ósammála því að þetta sé eitthvað ólöglegt athæfi, en það þetta nokkuð þekkt í listasögunni og margir listamenn sem hafa fjallað aðila með þessum hætti, til dæmis eins og The Yes Men sem að báðust afsökunar á stóru efnasleysi á BBC fyrir hönd Dow Chemical fyrirtækisins og svo önnur Nadia Plessner sem notaði Louis Vuitton, hún málaði mynd af sveltandi Afrikubarni sem hélt á Louis Vuitton tösku og hún var kærð af Louis Vuitton og það fór alla leið fyrir mannréttindadómstólinn í Haag og hún endaði að vinna það mál. Það alveg, og þar var alveg skýrt að hún mátti nota myndir og vörumerki fyrirtækisins til að tjá sig líðandi stundir. Þannig að þetta varið tjáningafrelsi. Það alveg mismunandi hvort það sé verið að fjalla eitthvað fyrir kennslu eða hvort það sé verið að nota eitthvað í auglýsingar eða hvort það sé listræn tjáning. Og hún alveg varin. En þú ert síðan, heimasíðan sem þú bjóst til og settir upp með .co.uk, hún var tekið niður, eða ekki? Hún var tekin niður tímabundið vegna tímabundis lögbanns. Þetta eitthvað sem ég náði ekki að verja mig gegn vegna þess að ég hafði ekki pening fyrir lögfræðikostnaðinum sem fylgdi því að verjast þeirri kröfu. Þannig að hún tímabundið fellur niður þar til að dómsmálið verður tekið fyrir. Skal ég segja, en þetta lögfræðingurinn minni telja að þetta sé hreinlega lögbrot að heimasíðan hafi verið tekið niður vegna þess að það er mjög ströng lög í Bretlandi varðandi tjáningafrelsi og það að loka heimasíðinu svona að það má bara að það uppfyllir 3 skilyrði og eitt af skilyrðunum að þetta varði almenningshagsmuni að þetta sé lokað. Og mínir lögfræðingar vilja meina að svo sé aldeilis ekki að þetta ekki var almenningshagsmuni að þetta þyrfti að hverfa af plánutinni. Þannig að í rauninni gæti það verið fram með lögbrot með því að taka niður síðuna til þess að byrja með. Þannig ef þér tekst að verja þig þarna í Bretlandi þá getur niðurstaðan verið sú að síðan þín verði sett upp aftur? Alveg klárlega. Ég býst alveg passlega við því að hún fari upp aftur. Herðu Oddur, þú ert fátækurnámsmaður í Noregi og þú ert raunverulega ætlar að bara láta dolluna ganga í vonum að fólk sé til að styðja þig í baráttu þinni við ofurefli Samherja, kannski ertu með bankareikning eða eitthvað svoleiðis ef við getum látið hann birtast hérna á skjánum? Já, ég lesa hann upp. Sendu mér hann bara og við skulum ganga frá því í útsetningunni að það birtist hérna bankareikningurinn ef að einhver sem er að horfa á okkur og hlusta á okkur já, það er náttúrulega eitthvað fólk sem er að hlusta á okkur þannig það er kannski rétt að þú lesir upp bankareikningin ef að það er kannski klókara. Ég gleymi því stundum að við erum bæði í útvarp og sjóvarpi og svo erum við í alls konar formi á vefnum. Þannig að þú mættir gjarnan lesa upp bankareikningin, Oddur, fyrirgefðu. Já, styrktarreikningurinn er 0569 höfuðbók 14 reikningur 400590 og kennitalan Ertu til í endurtaka þetta? 45 Nei, það er 40 Já.
0590. Endurtaktu það? 400590. Já, og svo kennitala? Það er 03 08 83 37 39. Já, við munum líka láta þetta fylgja með í svona kommentum þar sem við dreifum þessu á Facebook og svo munum við skrifa frétt inn á samstöðin.is sem fólk getur fundið þessar upplýsingar. Þeir sem hafa áhuga á því að styrkja Odd í baráttu sinni við ægivald Samherja. En ég þakkaði bara kærlega fyrir að kíkja hingað inn, Oddur, og óskaði bara góðs gengis. Hvar ertu í Noregi? Ég í Bergen í Noregi. Já, í framhaldsnámi í myndlist. Ég að stunda meistaranám í myndlist í háskólanum í Bergen. Já. Og ertu að undirbúa eitthvað verk líkt þessu? Já, ég með fleiri verki undirbúningi í þessum stíl. Ok, það voru gaman að fylgjast með því og gangi að kærlega vel. Já, takk fyrir. Takk kærlega. En við ætlum að sitja hérna aðeins áfram og halda áfram að skilja heiminn og lífið. Næsti kafli eftir augnablik. Segðu það á samstöðinni. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það voru kosningar til Evrópuþingsins í síðustu viku fram á helgina og það voru ýmis tíðindi víða og svolítið ólík, en þetta gefur tilefni til þess að kannski að skoða aðeins pólitíkina í löndunum, svona helstu löndum. Við munum náttúrulega að fjalla mikið pólitíkina í Frakklandi, þar sem var boðað til kosninga, en það voru líka söguleg niðurstaða í Þýskalandi. Og hingað kominn Ragnar Hjálmarsson, stjórnmálafræðingur, sem að býr þarna úti í Berlín, eða ekki? Jú, ég búinn að búa í Berlín síðustu 10 ár. 10 ár. Fór þaðan 2014 eftir að hafa verið að vinna fyrir Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og skrifaði mína doktorsritgerð þar og ég hef verið að vinna þar og búa með mínum börnum bara. Já, heimamaður í Þýskalandi. Já. Við byrjum á bara kosningaúrslitunum. Hvaða tíðindi voru þetta? Þetta svona ákveðnilegt maður að segja að maður er búin að vera að horfa á svona bílslys gerast í slow motion. Þetta fór ansi illa fyrir stjórnarflokkana, þetta hefði getað farið verra, en þetta fór afskaplega illa. Og það kannski... Það kom engum óvart, því þetta ekki ríkisstjórn sem að nýtur mikils trausts eða stuðnings, það ekki stemming í kringum þessa ríkisstjórn. Nei, það ekki stemming, hún í raun og veru hvorki lifandi né dauð, þetta í fyrsta sinn... Sem Íslendingar ætti ekki geta tengt sína ríkisstjórn? Jú, maður mætti halda því fram að eflaust tengi einhver Íslendinga við það, en þetta líka í fyrsta sinn sem að þryggjaflokkastjórn í Þýskalandi. Það hefur alltaf verið eins að tveggja-flokkastjórnir í Sameinuðu Þýskalandi og í Vestur-Þýskalandi, þannig að þeir eru fyrsta sinn að díla við þriggja-flokkastjórn. Þetta líka stjórn sem svolítið þvert á pólitíska spektrumið. Þú ert með 2 flokka sem aðhyllast vinstri efnahagsstefnu og síðan ertu með flokk sem með fjármálaráðuneyti sem aðhyllist mjög harða hægri stefnu í efnahagsmálum og það eru mál innan stjórnarinnar sem að þau hafa bara ekki getað komið sér saman það hefur reynst erfitt að koma sér saman stefnuna gagnvart Úkraínu þar sem að græningjar hafa sýnt mun meiri stuðning stjórnvöldum í Kív heldur en sósíaldemókrata sem þurftu svolítið að venja sig af ostpólitíkinni. Það líka sem hefur kannski verið eitt svona stærsta máli að fjármögnun hinna svona grænu umskipta að Robert Habeck efnahagsmálaráðherra ætlaði að nota 80 milljarða evra sem að vara eftirstöða frá COVID-faraldrinum og nota það í umskiptin og Þjóðverjar settu í kjölfar alþjóðlegu efnahagskrísunnar 2009 settu á svokallaða skuldabremsu
stjórnarskránum sína, þannig að þau geta ekki nota þessa peninga til þess að gera það sem vildu gera, þannig að það hefur birst þá, það hefur ekki getað sett á grænu skatta sem að vilja á, það hefur ekki getað farið ekki, það er fjárfestingar sem að vilja, sem hefur birst síðan í senum í Þýskalandi sem eru mjög óvenjulegar, það er bændur út á götu að mótmæla, það er eitthvað sem við tengjum við Frakkland, að Þýskaland gengur út á svona félagslegan sáttmála á milli allra hópa. En er þetta afleiðing af því að þessi breyting, að við þekkjum þetta víða lönd, að þá eru settar svona takmarkanir á það hvað ríkissjóður má skulda, hversu hallareksturinn má vera mikill hvað langan tíma. En þannig er það komið í stjórnarskrá, þannig að svona afl hins opinbera til þess að bregðast við einhverjum aðstæðum í efnahagslífinu, að það er búið að veikja það, þannig að þau bara ganga í gegn, vandinn gengur í gegn og birtist meðal annars í svona félagslegum óstöðuleika. Já, algjörlega, og þetta er í raun og veru að ef maður hugsa síðan aftur til kreppuna 2008 þess að Þjóðverjar sátu svolítið svona hátt yfir hina og töldu sig hafa gert allt rétt, að það var eitthvað svona viðbragð við því sem að koma í baki á þau núna. Ég held að ef mér minnir rétt þá má ríkissjóður vera með 0,35% af svona struktúralískum halla á ári, en yfir the business cycle þá verður þetta að vera jafnt og þetta er líka þessi hugmynd sem kemur allt frá því að Margaret Thatcher talaði hagsýnu húsmóðurina, að þú sért að reka ríkissjóði eins og eitthvað heimili og það þurfa alltaf að vera á nullinu. Það er bara þegar eru erfiðir tímar þá meikar sens að taka lán og fjárfesta í góðum fjárfestingum. Og svo er þetta fallin hagfræði sem að fáir eru til þess að mæla fyrir í dag. Já, það má halda því fram en og sérstaklega ef maður er aðhyllið svona post-Keynesian efnahagsstefnu, en þetta er samt skilabóð sem er auðvelt að koma til skila til kjósenda og við þurfum að spara og Þjóðverjar náttúrulega spara og spara mjög mikið og söngur þeirra eyrum. Já, það líka birtist skrítið fyrir Íslendinga sem að búa að eins og eftir innrásina í Úkraínu þá var bara kollektív hystería í meðal þjóðarinnar og í fjölmiðlum hvaða áhrif þetta myndi hafa á orkureikningarna. Sem að fyrir Íslendinga sem eru vanir gengislánum og íslenskum húsnæðislánum er nú eitthvað bara svona, og endanum var þetta ekki eitthvað rosalega mikið, en það reyndi rosalega mikið á stjórnmálin, þessi innrásinn og sem við getum talað það seinna. En að því erum að tala svona stöður stjórnarinnar og þá er það efnahagsástandið, að eina af afleiðingunum af Úkraínu stríðinu var náttúrulega að það klippt á orkuinnflutning frá Rússlandi inn í Evrópu sem skadaði líklega Þýskaland meira heldur en flest önnur lönd og að sumu leyti þá hafa Þjóðverjar þurft eiginlega að gangi í gegnum einhverja breytingar og þar núna er eiginlega engin hagvöxtur. Nei, hann var neikvæður 0,3% á síðasta ári. Þessi sigurvél sem að Þýskaland hefur verið inn í miðri Evrópu er allt í einu byrjað að högta. Já, það hefur talað gert Þýskaland sem veikamannin í Evrópu núna og það er ekki bara hagkerfið, þetta er líka businessmódelið. Þýska businessmódelið hefur gengið út á díselvélina, bensínvélina í bílum. Það er orðið úrelt. Og það sem að býður síðan náttúrulega að þýskt efnahagslíf framleiðs manufacturing sektor í Þýskalandi er óhugnarlega sterkur og sérstaklega meðal svona mittelstand, millistærri fyrirtæki sem að framleiða vélana sem að búa til vélarnar og að þeir hafa sérhæft sig í svona tilteknum hlutum. Oft er þetta fyrirtæki sem eru í eigu einhverja fyrirtæki út á landi sem náðu einhverjum yfirbörðum á einhverjum svona nits á markaði og það er eiginlega grunnurinn af styrkleika þýska hagkerfisins. En er þetta að bresta? Já, þau selja mest af þessu til Kína og núna er náttúrulega er spurningin hvort að Þjóðverjar læri leksjuna sem að þeir hefðu átt að læra varðandi Rússunum að vera háð innflutningi orku, hvort að vera háð útflutningi á sínum vörum til Kína. Þannig að það er stórt vandamál í Þýskalandi, þetta hvernig efnahagsmódelið þeirra er gírað. Annað er að stafræna byltingin fór fram hjá
Þjóðverjum. Þeim hefur eiginlega ekki tekist að digitalisera sitt þjóðfélag. Það var frægt í COVID-krísunni þegar fólk þurfti að vera að senda fax hérna fram og tilbaka og ég náttúrulega sem íbúi í Þýskalandi, ég fæ stundum bréf frá yfirvöldum, pappírsbréf, þar sem stendur herra Hjálmarsson, dalalala, þú þarft að fara á þessa vefsíðu og því hann svona langur lekku skrifaður út. Ég er með pappírsbréf. Þannig að það er mjög mikil svona, kerfið sjálft virkar ekki vel. Þó að það sé nokkuð hátt pólitískt traust í Þýskalandi, það bara að hægri höndin veit ekki hvað vinstri höndin gera og kerfið allt mjög svifaseint. Og síðan eru líka innviðirnir, byrjað að láta sjá að það var nú þekkt hérna og við Íslendingar kannski höfum þess að ímynda Þýskalandi að lestina koma alltaf á tíma og allt virki. Maður reiknar nú bara með því að lestina gangi ekki og maður þurfa að improvisera á leiðinni hvernig maður þarf að komast á. Hvernig gerist þetta? Hvernig verður þessi breyting? Hvað er það sem okkur molnar undan þessu kerfi? Þá er ég að tala bara eins og utanum lestir og svona að kerfin gangi snurðulaust. Það fyrir eftir bara hvaðan þú stendur í pólitíkinni, hvaða ástæður þær séu. Vinstri vægnum myndur segja að það væri privatisation, einkavæðing, til dæmis eins og á póstinum og síðan var stofnað opinbert hlutafélag með minnir lestarnar sem og það voru tekna mjög vitlausar ákvarðanir þar. Og þetta er líka, ég veit það ekki, og það voru frægt þegar að Angela Merkel var búið að opna einhverja lengstu jarðgöngu heimi í Sviss og hún sagði, við Þjóðverjar hefðum nú eitt og annað að læra af ykkur og það var fyrir þó nokkrum árum. Þannig að þetta efnaðsmódel ekki að ganga upp, innviðirnir eru laskaðir, þeir fengu ekki stafrænu byltinguna, innflytjendamál og átökum innflytjendamál hafa verið mein í samfélaginu alveg síðan 2015 og síðan eins og ég nefndi þá er það fjárlögin, það er erfitt að koma sér saman fjárlögin og þá hvernig þessi skuldabremsa heldur aftur af grænum sköttum og grænum fjárfestingum. Veikir getu stjórnvöldum fyrir að bregðast við öllu sem þú varst að lýsa. Já, og síðan þá átök síðan innan flokkarna og þau haldast ekki innan flokkarna og þau flæða yfir í opinbera rýmið og þetta er eins og óhamingjusöm hjón sem eru út á svölum að rífast og ekkert er að gerast og þetta er náttúrulega kosningarna núna laska stjórnina ansi mikið og þannig að á sama tíma og það eru mjög krefjandi spurningar í þýsku samfélagi sem það þarf að svara. Má ég skjóta einu varðandi svona innviðina af því að það hefur verið bent á það hérna við þetta borð. Að eitt sem að Úkraínustríðið leiðir inn að það öll Evrópuríkin þurfa að auka útgjöld sinn til varnar og hermála og Þjóðverjar hafa tekið slíkar ákvarðanir eins og flestir og það afhjúpar að sumu leyti þú getur hort á þetta frá Bandaríkjunum og sagt eins svo að ástæðan fyrir því að grunnkerfin í Evrópu er að mörgu leyti betri, almenn heilbrigðiskerfi og annað slíkt er það vegna þess að Bandaríkjamenn hafa tekið að sér að halda út í vörnum fyrir Evrópu. Núna er sá tími liðinn, allir er saman um það og þá þurfa Evrópuríki hvert að öðru að færa fé sem áður var varið í uppbyggingu velferðarkerfana yfir í bara harðan hernað. Er þetta byrjað að hafa áhrif í Þýskalandi? Já, en það er náttúrulega líka að þó þú sért að færa pening yfir í hernamál, þá ertu með mjög stóra þýska vopnaframleiðendur, Rheinmetall og aðra. Þetta skapar líka störf og hagvöxt. Og það var nú frægt þegar Olaf Scholz kom fram eftir Úkraínustríðið og talaði Zeitenwende og það ætti að setja 100 milljarða evru til hermála. Og það má kannski segja að það var líka komið tími til út að þýski herinn er í raun og veru algjört djók að hann er ekki tilbúið til þess að vera það ekki og hann var ætlað að vera það ansi lengi en bara tímanir eru orðnir svolítið öðruvísi og það hefur náttúrulega líka sem að Þjóðverjar voru lengi og það var nú frægt þegar stríðið braust út og þau sendu 5.000 hjálma til Kív en þau hafa nú verið tekið ansi langan tíma til þess að leyfa hvert vopnakerfið á fætur öðru en núna eru Þjóðverjar orðnir næst
það land á eftir Bandaríkjunum sem að styður stjórnvöld í Kív hvað mest fjárhagslega og hvað var það og hernaðilega. Og það hefur ekki verið álag innan ríkisstjórnar út af þessu því að græningjarnir eru til dæmis öfugt það sem að myndi halda fjarska. Það væru friðarhreyfing en þeir eru mjög herska á. Já, græningjarnir eru búin að vera að draga á vagnin hvað þetta varðar. Scholz er búin að vera á bremsunni. Frjálsir demókratar sem eru með frjálshyggju hægri stefnu og frjálslinda stefnu gagnvart einstaklingnum. Þeir eru svolítið að standa á bremsinu núna að þau vilja að varnarmálaráðuneytið skeri niður 6 milljarða miðað við þau plön sem að liggja fyrir. En þetta hefur líka verið það issue sem að AfD hefur og sem er hægri öfgaflokkurinn í Þýskalandi sem að hann hefur getað notað til þess að afla sér fylgis og þá sérstaklega í Austur Þýskalandi með því að segja bara að stjórnvöld í Berlín eru bara að hugsa eitthvað Úkrænufólk eitthvað stríð sem að ykkur kemur ekki neitt við og meðan reikninganir ykkar eru að hækka og heilbrigðiskerfi er ekki nógu gott og allt unga fólkið er flutt eitthvað í vestrið og þess að Úkrænustríði sem Já, og hafa gagngert nota það sem gambit til þess að afla sér fylgis og þetta hefur reynst stjórnvöldum í Berlín mjög erfitt að einhvern veginn að díla við þetta og það sem kannski hinn stóru skilaboðin úr þessari kosningum er að þær strategíur sem hinn hefðbundum flokkar hafa verið að nota á móti öfgahægri flokkum, það bara hafi ekki verið að ganga. Og þetta eru þá strategíur kannski eins og þú sérði eins og græningjar gerðu í Þýskalandi og gerðu líka í öðrum löndum að þeirra boðskapur fyrir þessa kosninga var, gegn öfgahægrinu. Bara demokrati er í hættu. Þetta var ekkert að fara í gegn. Og það var hugsað til kosningarnar í Bandaríkjunum núna þar sem þetta virðist vera líka strategía hjá demókratum. Það fer ekki að benda á þetta. Þú getur kannski mobiliserað hluta af þínu eigin fylgi en þú ert ekki að taka neina frá hinum. Og þó að AfD fekk 16% núna í kosningunum og það má líka segja það að í byrjun árs voru það með 22% í könnunum og síðan kom allir þessi skandalar. Og fólk mobiliserast og fer út á götu þannig að þú kannski AfD það er minna heldur en þeir Skandalarnir eru skandalar sem tengjast fram á fólki Já, að þau voru að ræða saman hvernig ætti að vísa útlendingum út úr landi að forystukandidat þeirra gagnvart Evrópuþingskosningunum núna var kóterað í ítölsku fjölmiðlum sem var að bera blak af glæpum SS-liða plús það ásakaður að hafa mögulega tekið rússneska mútur og að aðstofumar annars var kínverskur njósnari. En síðan er þetta líka strategíur eins og til dæmis það að elta öfgahægrið hvað varðar útlendingaandúðina. Að það er eitthvað sem er ekkert sérstaklega að virka. Hverjir eru það sem að gera það af þessu flokkum? Sósíaldemókratarnir voru svolítið að taðra við þetta hægri, gamla hægrið gerir það náttúrulega gagngert kristilegi demókratar út af því að þar hefur við verið kannski að blæða hvað mest og síðan þeir náðu ágætis kosningu þeir náðu allt í lagi kosningu núna, þeir héldu sínu og síðan er það líka öfgavinstri og þar gamli hvað kannur öfgavinstri eða linke eða Die Linke sem er gamli Social Einheit Demokratie Partei Austur Þýskalands SED Þýski kommunistaflokkurinn Austur Þýski kommunistaflokkurinn og að hann er núna bara í raun og veru hálfdauður búin að vera að í Þýskalandi þarftu 5% til að komast inn á þingið alveg eins og Íslandi og hann hefur verið við þá línu og er núna í 3% en fyrirverandi forystukona í Die Linke Sarah Wagenknecht sem er einstaklega effektífur og karismatískur pólitíkus gift Óskar Lafontaine fyrirverandi formanni sósíaldemókrata miklum hugsuðu í leiðina þriðju leiðinni akkurat og hún hefur myndað stjórnmálaflokk í kringum sjálfa sig og sá flokkur aðhyllist harða vinstri efnahagsstefnu en líka mjög íhaldssöm gildi samfélagsgildi anduð gagnvart hinsegin og kynsegin fólki
andúð gagnvart grænum lausnum, hefðbundna fjölskylduform og allt þetta. Og henni gekk mjög vel og þú veist, og síðan sér maður sko einmitt að hvernig þessi kosningaúrslit birtast í Þýskalandi, að sko Austur-Þýskaland, að AfD orðin stærsti flokkurinn eiginlega í öllum kjördeildum í Austur-Þýskalandi. Og eins og í Sachsen, þar sem að Íslendingar hafa nú verið stærsta borgin þar í Magdeburg, sem Íslendingar þekkja nú við kemum á handboltamennina, að þar ertu með sko AfD í 32%, cirka bát að mig minnir, og síðan ertu með sko Sara Wegener, hennar flokkur að fá 15%. Þannig að öfga hægrið og öfga vinstrið með sko 45% af fylginu. Þessi tegunda vinstri ekki víða til. Þú finnur þessa tegunda vinstrinu varla í Frakklandi? Ekki Frakklandi. Þú finnur þetta ekki á Norðurlöndunum? Finnur þetta í Grikklandi. Já. Það var Grikklandi og það er hvort þessi eitt annar flokk en grískir kommunistar hafa verið mjög svona social conservatives, maður getur sagt sko. Þegar stundum á maður erfiðleikum með að tengja þegar fólk að segja öfgarinn til hægri og vinstri af því að það þessi tegunda vinstrinu ekki víða til sko. Nei, en þetta líka... Þetta til í austrinu í Þýskalandi. Já, og það náttúrulega líka þegar maður talar austri í Þýskalandi, þá líka náttúrulega verið að hafa það í huga að fólk sem að býr þarna í austrinu, það hefur búið við lýðræðislegt fyrirkomulag frá falli múrsins og nokkur ári í Weimarlýðveldinu. Annars hefur bara alltaf verið sko, þau eru ekki vön þessu sko, og náttúrulega á sama tíma frá falli múrsins þá er þetta náttúrulega fólk búið að horfa upp á hvernig sko þeirra gamlu samfélög hafa molna niður sem að verður síðan aftur ríkur vettvangur og jarðvegur fyrir nostalgíu og íhaldsaman boðskap, og þegar nostalgía er íhaldsemi. Já, því að kannski að skiljanlegum ástæðum að því að við getum horta á lönd austur Evrópu, þar sem að svona flokkar ná fótfestu, meðal annars vegna þess að þetta eru samfélög sem hafa verið svona rænd af einhverjum ólígörkum og öðru slíku, og það sumuleyti mætti segja að það eru líka það sem að gerðist í austur Þýskalandi sem að voru eignir almennings á þessum tíma, sem voru bæði atvinnutæki og alls konar samfélagslega fyrirbrigði, voru meira og minna yfirtekin af vestrænum fyrirtækjum mjög hratt. Þannig að sumuleyti er þetta svæði þar sem almenningur upplifir að hann hafi albarti verið rændur og svikinn, og svo átt á hann bara að vera þakkláttur fyrir að vera í gallabuxum og tilheyra vestrænu lýðræði. Það rann svolítið á tvær grímur á fólk, og náttúrulega sérstaklega líka bara að unga fólki bara fór allt. Og skildi eftir þessar sveitir svona hansi slæmu ásökumulegi, og þó að fólk kannski... Það geta að gera þarna nefn að spila handbolta. Ekki nefn að spila handbolta, já, akkurat sko. En þetta er, ég minna, samt sem aður ef ég væri, eins og nú á ég unnustu sem er á tyrkneskum uppruna, og ég myndi ekki fara með henni í frí á þessu svæði. Við búum í Berlín, sem er frjálslyndasta borg og frjálslyndasta staður í heiminum held ég sem þú getur búið á. AfD með einhver svona 11%, stærsti flokkurinn eru græningjar í 20%, en síðan bara þau kemur í Brandenburg sem umlykur Berlín eins og Björgunarhring, að þar ertu sko með AfD stærstan í öllum umdæmum sko, kjörumdæmum, og ég held að þau séu með ég var búin að skrifa einhvers staðar hjá mér sko, að þeir eru með sko 27,5% stuðning í Brandenburg, og þetta er svo skrítið að þú veist, þetta er eins og ég var að hugsa ég var fyrir á árinu, og þegar ekki núna eldgosi núna heldur þar síðast að kom, og það var bara þetta eldgos, og ég er að taka bara strætó, og þetta er bara orðið eitthvað sem er venjulegt, eitthvað sem er algjörlega óvenjulegt, og það sama má okkur segja, ég bý í borg, mjög frjálslyndi borg, en alls það í kringum mig eru sko hátt í 30% af fólki sem eru liggur við neonazistar, og mér finnst það næstu orðið eðlilegt. En er þetta að segja þetta til áherslu, eða er þetta að meina það að þú myndir ekki vilja ferðast með konunni þinni? Nei, margir staðir í Austur-Þýskalandi sem ég myndi... Þetta er eins og yfirlýsing sem að væri að Ég myndi fara það sjálfur með ljóst hár. Þú náttúrulega lítur út í svari. En þetta er bara yfirlýsing sem að maður geti heyrt einhvern í New York segja, sem að væri giftur svartri konu, að hann myndi ekki fara með henni
til Suðurríkjana. Ég meina það er áreiti. Það er bara áreiti og það er, ég meina... Þetta er ástandið sem er inn í Þýskalandi. Já, og þú bara, ég meina, hoppaði upp í leigubíl í Berlín og spurðu tyrkneska leigubílstjóra hvort það myndi pikka upp far í Brandenburg. Ég held að þú myndi örugglega bara fá nei. Já. Þannig að þetta er svona, þú veist, að innanmeinin í Þýskalandi er orðin ansi mörg og þú veist... Það er átök eiginlega bara á götunum. Eða þú veist svona, þú verður fyrir áreiti. Þú verður fyrir áreiti, já, þú verður fyrir áreiti og það er náttúrulega líka sem annað í Berlín að sko hinsegin og kynsegis samfélagið er virkilega sterkt í Berlín og það er eitt skemmtilegsta staður til að vera gay í heiminum er í Berlín. Og mínir vinir í því samfélagi, þeir tala líka það að áreitið út á götu og ofbeldi út á götu hefur aukist á síðustu árum. Og svona var Berlín líka og Þýskaland á 3. áratugnum. Já. Þá var Berlín eins og eyja. Já, sko, og þetta er svona, þú veist, oft hugsa maður, þú veist, hvers konar búbla er þetta og þetta er, en það er, og líka bara svona miða við því ég flytt til Þýskalands fyrir 10 árum, þá var eins og Þýskaland væri að gera allt rétt. Og núna er einhvern veginn narratífan orðin slík að Þýskaland er orðin svolítið veikimaðurinn í Evrópu og með stjórnvöld núna sem eru hvorki lifandi, né dauð og geta einhvern veginn ekki tekið á öllum þessum spurningum sem þarf að taka á. Og það er ekki bara fyrir Þýskaland, það getur líka síðan haft áhrif á sko út af því að Þýskaland og Frakkland saman er prímus mótorinn í að keyra sko Evrópu. Við erum gleymt Evrópusambandinu ef sko Þýskaland fellur á hnén sko og það er myndið svolítið synd út af því að það er ákveðið sko líka sko tækifæri núna út af því að það er ekki bara þessi franco-german eða fransk-þýski mótor sem keyrir áfram heldur, það er líka í raun og veru sko Pólland. Að Pólland hefur sko verið í undir sko áhrifum, hvað heitir það, Law and Justice, lög og réttur flokksins, populistana. Og núna er Donald Tusk og svona kannar progressífa miðja komið stjórnvöld og hann náði sæmilegri kosningu, eða ekki? Jú, og það er einn af þessum stjórnvöldum sem ekki fá kosningarnar á móti sér. Nei, en það er líka sko stjórnvöld líka sem er áhugavert, þetta er stjórnvöld sem að kjósendur hafa haft reynslu af öfgahægrinu í stjórn. Þú veist, hvort sem er í Svíþjóð, Finnlandi, Pólandi, hvort það var í Slóvakíu líka að það er svona... En ekki á Ítalíu. En ekki á Ítalíu, ekki ennþá sko. En það sem er, út af því að það er þetta tækifæri bæði sko að hvað var Frakkland og Þýskaland og samskiptin milli Þýskalands og Póllands voru orðin virkilega slæm. Og sérstaklega til þess að díla við Úkraínu að þá verður Þýskaland og Pólland að vinna saman til þess að geta tekið Úkraínu inn í evrópska faðminn. Og það er auðvelt að teikna upp slæmar sviðsmyndir lok árs fyrir Evrópu. Ég meina það bæði efnahagsvöxturinn haltrandi og eftir Bandaríkjunum og liggur við að Þýskaland fari í tæknilega kreppu. Það er innflytjendamálin eru ansi erfið, það er Rússland hefur yfirhöndina og frumkvæðið í stríðinu í Úkraínu og mögulega ef Trump verður forseti að þá er komið stórt spurningamerki varðandi Parísarsáttmálann sem þýðir að Evrópa þarf að gera sig í brók, að komið spurningamerki yfir NATO og bara öryggi Evrópu. Þannig að á þannig tímapunkti þá þarftu forystu frá Berlín og í síðustu stóru kreppu 2008 að þá var að vera hikandi var strategist val hjá stjórnvöldum í Þýskalandi en núna að vera hikandi, að vera hikandi núna í lok árs og ástandi er mjög dögt að þá er bara spurningin hvort að þau geti hvort það sé nægilega pólitísk forysta. Ok, eitt í þessu geti verið að ríkisstjórnin er óheppilega samsett, það þurfa að taka tilliti til ólíkra sjónarmið og þau komist ekki saman og þessi lægsti samnefnarinn sem ræður öllu og þetta er ekki við Íslendingar. Annað væri það að segja sem svo að staðan er einfallega núna á okkar tímum að stjórnmálaflokkarnir hafa ekki lengur hugmyndarlegt þrek til endurskoðunar að þær eru bara ekki lengur þær stofnanir að geta komið með einhverja nýjar lausnir. Nei, ég meina það er og þá ertu í svona ástæðu svona stjórnmálaumræðan er eiginlega bara eitthvað svona gjamm
en nær raunverulega ekki sko einhverju almennlegri umræðu það sem við ættum að vera ræðum. Nei, ég meina, við erum búin að það var alveg vitað eftir alþjóðlegu fjármálakrísuna að það myndi koma lýðræðisleg kreppa. Og það myndi reyna á. Og við erum búin að vera í lýðræðisleg kreppu síðustu ár. Og máli það að við hérna á Vesturlöndum búum við fulltrúa lýðræði. Og þar sem við búum í fulltrúa lýðræði þá erum við með stjórnmálaflokkar. Það eru stjórnmálaflokkar sem eru miðlunar mekanismi, ontológísi mekanismi á milli fólksins og valdsins. Þannig að krísa lýðræðis í Vesturlöndum hér alltaf og hefur alltaf verið krísa stjórnmálaflokkar. Þeir eiga að hafa burði til endurmats. Stundum velti ég fyrir mér á Íslandi hvort þeir hafið að þessi flokkar hér. Já, en þetta er líka bara þróun. Þetta er ekki eitthvað, sko, þú veist, ég er kannski svo skrítinn og út af ég er líka stjórnmálafræðingur og við stjórnmálafræðingar tölum frekar vel sstjórnmálaflokka. Á sínum tíma þá var ég að segja, sko, við þurfum bara að tala svolítið vel fjórflokkin. Við þurfum bara svolítið svona að huga að flokkunum og huga að flokkstarfsemi. Út af það sem hefur líka gerst er að það hefur verið þessi aftenging á milli félagsmanna og þeirra sem að stjórna flokknum. Þú sér þetta kannski hvað skarpast í þriðju leiðinni og Tony Blair, það sem að þau í raun og veru presentera sig, sko, við erum sko betri sko managerar heldur en hitliðið. Við erum betri í því að framfylgja stefnu hinna. Síðan sérstaklega líka í því að þú getur verið að segja alls konar hluti sem stjórnmálaflokkur hérna, til heimabrúks, en í raun og veru eru ákvarðan teknar, þú veist, á alþjóðlegum vettvangum og út af því að þú ert búin að skuldbinda þig út af því að hérna, gagnvart Evrópu eða gagnvart öðru út af því að það er svo leið sem er talin best til þess að halda í fullveldi. Þannig að tal þitt er falskt og óhefilegt. Já, og síðan ertu með, sko, þýði fólk kjósendur sem er að splittast upp í alls konar ólíka hópa og síðan þar hafðu ekki að, sem hefur kemur með populísku bylgjunni, að það er þessi krafa alltaf að, þú veist, að allir stjórnmálamenn séu spiltir út með og alla, þú veist, fá og nýja inn eins og það sé einhver lausn. Og þú sér það á Íslandi að, sko, fyrir 2008 að þá voru það bil 25-30% af þingmönnum sem skiptist út hverja kosningar. Og kosningar voru 3-4 ára fresti eða hvernig sem það var. Og eftir kosningar þá voru búin að hafa ansi tíðar kosningar og ég held að það sé eina kosningar sem að það hefur verið undir 50% endurnýjun, þá var það 49% og það voru tökum helmingin af stjórnmálamönnunum út og þú hugsaði bara hvað gerir við einhverja stofnun að þú eyðileggur menningunum í stofnunum og þú sér það eins og En samt Ragnar, ef við myndum labba henn út og myndum spyrja fólk og fara að tala um pólitík að þá myndi fólk segja við okkur að það þarf bara meiri endurnýjun og það er nýtt fólk og samt er það ríkjandi hugmynd Þú þarft að leyfa stjórnmálamönnum að þróa sitt fag að verða almennlega stjórnmálamenn. Annars er bara eitthvað bara prúðuleikararnir. Já, en þá þurfa líka flokkarnir að vera með einhverja tengsl við grassrættu sínar. Við erum með það vandamál hérna held ég að flestir flokkarnir eru raunverulega bara fórust á flokkana í leitað atvinnu. Þetta finnst sem að þau verður bara lost in space og sömuleyti líka kerfið þannig núna er að flokkarnir fá styrki frá ríkinu, eru óháðari sko grassrótarstarfinu, bæði það að þú komir og hellir upp á og raðir stólum þannig að ég bara get keypt á þjónustu og líka að þú greiðir félagsgjöldin þannig að það er orðið minni tengst eða fórustan er síður háð grassrótinni og getur umverulega reki flokki sem eins og það vill þannig að ég held að við búum, ég veit ekki hvernig þetta er í Þýskalandi en við búum við þetta vandamál ofan á. Já, en það sem er samt sem að gott hérna á Íslandi sko að sko, þegar maður skoðar fjölmiðla í kannski ekki alveg að verst í Þýskalandi en hún verða í Bretlandi og kannski öðrum ríkjum að fólk finnst bara allir stjórnmálamenn vera ömurlegir og ég vil að þetta sé einhvers sko önnur tegund af fólki það sem að við búum að hérna á Íslandi er afskaplega hátt pólitískt traust við búum við miklu hærra pólitískt traust heldur en gengur og gerist annars staðar. En ég sé það ekki sem að ber saman til dæmis Gallup-kannanir traust til þjóðþingana að þá eru við sko mun lakari heldur en til dæmis Norðurlöndin við búum við mikið traust sem er traust inn í samfélaginu en ekki við á stofnanir samfélaginu. Já, þú sér það til dæmis eins og núna í jarðhræringunum á Reykjaneska fólk hlýddi tilmælum yfirvalda
Fólk treysti því að það yrði tekið svindluð og gistin í Grindavík. Já, en það var einhver minni hluti. Fólk treysti því að það yrði tekið utanum þau og það yrði keypt af þeim húsin sem og var gert. Þau eru rosa reiði yfir því að stjórnvöld séu ekki að standa við loforð sín. Það var mjög áhugaverður íbúafundir þar sem þetta kemur einmitt fram. Já, en það kemur fram og það er brugðist við. Það er líka hluta. En það ekki að gera því í Þýskalandi? Einu sinni var þannig að maður gæti ekki labbað á móti rauðu ljósi í Þýskalandi að þess að maður var stoppaður. Nei, það er með þannig. Ef við myndum sjá Þjóðverja að þetta að beila út eitthvað samfélag í Þýskalandi fyrir fullta ríkisvið, samfélagið myndi fara á hliðina. Hérna á Íslandi, pólitíska trausti byrti því að fólk fylgir fyrirmælum, fólk treysti því að þessi tekið utanum þau, að frumvörp fari gegnum þingið á með tíma yfir helgi og engin flokkur sér pólitíska hagsmuni í því að þvælast fyrir. Að við þurfum að passa svolítið upp á þetta traust hérna á Íslandi. Samheldni kannski líka, samheldni í samfélaginu. Já, og það er líka bara, þú þekkir það sjálfur bara í þínum persónulegu málum, að þegar traust er í herbygginu, þá er allt hægt. Ef það er ekki traust þá er ekkert hægt. Þá er ekkert hægt. Það er líka ef að vonin fer að það var ekkert hægt. Já, en það er líka það, þetta, áráðunum sem kemur frá Moskvu og austan, að í raun og veru, að dystopían er svo að fólk treystir engu, að þetta sé allt. En heldur það sé innflutt, þetta sé hugar hernaður Pútins sem að valda þessu? Nei, ég held að ég veit ekki hvort það sé einhver sérstök strategía hvort Íslandi, ef svo er þá heldur ég sé... Nei, í Þýskalandi? Í Þýskalandi, algjörlega ítök Rússa í umræðinni eru alveg sjáanleg, sko. Og það kemur ekkert óvart, sko. En það er mitt þetta, að það þarf að, það sem að mér er meinill við, það er alltaf að vera krítiskur á stjórnvöld og stjórnmálamenn, en það er ekki allt ómögulegt. Það er, ef allt er ómögulegt þá getum við bara gefist upp, sko. Og það er perfekt umhverfi fyrir einhverja einræðisherra. Macron, já. Hann brást við og hafði líklega verið búin að ákveða þetta, að búið til kosninga með alveg fáránlega skömmum fyrirvara, 3 vikum. Veit ekki alveg hvernig það stenst svona lýðræðispróf að flokkar fái 3 vikur til þess að undirbúa kosningar og erindi sitt og að samfélagi nái einhverju samkomulega hvað er verið að kjósa og komast einhverju niðurstöðu, en þannig er þetta í Frakklandi. Það er ekkert svona í boði í Þýskalandi. Nei, þetta var mjög djarft hjá Macron og hann örugglega vill vera svolítið eins og Pedro Sánchez sem tókst nú að gera þetta einu sinni ef ekki tvisvar. Í Þýskalandi er það erfiðara að í fyrsta lagi er náttúrulega Macron ekki að leggja sjálfan sig að viði. En í Þýskalandi þá var náttúrulega stjórnin leggja sig að viði og líka það að til þess að það myndi gerast að þá þyrfti Scholz að leggja fram tillögu í þinginu þar sem myndi biðja traust og að það er ekki vantraust til að heldur í raun og veru traust til að ef hann fengi ekki meiri hluta fyrir því að þá fyrir boltinn til forsetans sem að getur ákveða að búið til kosninga en getur líka að fara að gera einhver aðra hluti. Kannar hvort að séu meirihluti fyrir annar ríkisstjórn. Meirihluti fyrir annar ríkisstjórn. Og það er í raun og veru líka að það er ekki að stjórnarandstöðu flokkarnir að það er svolítið svona kannski eins og maður finnur að dýnamíkin er hér að ef þau myndi fara í kosninga núna það myndi gjalda algjört afhrótt og það verður þá betra að reyna að spila eiga þá 1 ár áfram að það er kostningar í Þýskalandi eiga að vera núna Íhaldsflokkurinn í Bretland er að ganga til slátturinnar. Hann er að gera það, vísvitandi og viljandi og þannig að kostningarnar í Þýskalandi verða að öll en síðan náttúrulega líka það sem að gerist að þetta er svolítið stjórnvöld í Þýskalandi hafa yfirleitt alltaf haldið út öll 4 árin. Það sem er öðruvísi núna er að það er 3 flokka stjórn og það er ágreiningur þar á milli og það er líka í Þýskalandi þá er alltaf kosningar eiginlega svona cirka bát mánaða fresti í hennum ólíku fylkjum út af því Þýskalandi er fylkjaríki eins og Bandaríkin og núna í haust að þá verða kosningar í Brandenburg, Túring og Saxony. Og það er allt fylki sem er í austurinu þar sem AfD er mjög sterkt og
Þannig að það gæti eitthvað mögulega gerst. Þetta flokkur sem eiginlega hvergi við völd nema í einhverjum svona einhverjum bæjum, einhverjum eitt bær eða ekki? Jú, og það þess vegna að þú vilt vera mótmæla stjórnvöldum, þú ert óanaðið með stjórnvöld eins og þýski kjósendur eru, að þá liggur beinast fyrir að kjósa AfD út af því að allir hinir flokkanir eru einhvers staðar í samkvöldli. Og þá lendum við í stöðu sem að má kannski sjá víða í Evrópu að það kannski valið liggur hjá einum klassísku hægri flokkum, svona kristilegum demókrötum. Það sem að þeir hafa val til þess að komast að völdum annars verið að búa til svona fjólubláa stjórn með sósíaldemókrötum eins og kristilegir demókrötar gerðu hérna fyrir stuttu síðan í Þýskalandi eða að fara og búa til hægri ríkisstjórn með hérna hægri öfgaflokkunum. Þetta gæti gerst í einhverjum af fylkjónum í haust. Já, það sko... Eða það þannig að kristilegir demókratar munu aldrei fara í stjórn með... Sko, að á tímum Merkel þá var settur upp svo kallaður eldveggur. Að það yrði bara ekki... Þeir hafa verið að falla út alla Evrópu, sko. Já, eldveggirinn hafa verið að falla og Friedrich Merz sem núna fyrir kristilegum demókratum, hann hafði verið einmitt upp að svolítið agitator í því að svona segja, við erum kannski tilbúin að vinna með þeim á fylkjalevelinu eða á bæjarlevelinu eitthvað þess að það. En síðan eftir að þessir skandalar komu upp, að þá allt í einu rauk veggurinn upp og líka gagvart Söru Wagenknecht til vinstri, að þau geta ekki unni með því. Þannig að þá ertu í raun og veru komin með þessi búðstæði til linka dett út á þingi, að þá ertu bara með kristilega demókrata, sósíaldemókratana, græningja og frjálslynda til að mynda stjórn og meiri segja getur verið þannig að kristilega demókratar og sósíaldemókratar að þeir ná ekki eins og meiri hluta, tveir saman Þetta var talað um Große Koalition á tímum Merkel sem voru með 70% og þeir eru ekki ná 50% núna. Fjórflokkurinn er að skrepa saman en þetta ástand eins og núna til þess talað á Evrópuþinginu að þá eru þeir sem að fylgja svona gömlu stefnun í Evrópu að þeir eru ennþá með meirihluta, sósíaldemókratar, frjálslyndar og svona klassíska hægrið. En það náttúrulega gengur ekki kannski til lengdar í pólitísku það sem að við erum að kjósa þing og stjórn yfir okkur að það haldi völdum eitthvað svona miðja sem að hangi saman að halda einhverju óbreytti stefnu en í sikkurum megin kannski aðalega hægra megin eins og þróunin hefur verið skapast eitthvað svona krafa einhverja róttækar breytingar í samfélaginu vegna óanna íbúðana með hver samfélagið að þróast en í miðjunni bara heldur lesti bara áfram eiginlega án þess að ná að adressa erfiðleikana sem að verða að svara þannig að þetta heldur ekki Nei, ég meina við sjáum þetta líka bara hvernig þetta var á Norðurlöndunum þegar að þessum þessi hægri öfgaflokkar kannski spretta hvað sterkast upp og hvað fyrst að þá var þeim alltaf haldið fyrir utan stjórn og þeir voru ekki stjórnhæfir og þú veist og hvað gerist meðan þú ert bara meðan þú færði ekki að vera með þá bara verður sveppagróður og hann stækkar en þetta ég tek alveg undir það sem þú segir Svo gerðist það eins og þessi í Danmörku að þegar Anders Fogh Rasmussen tóka danska þjóðarflokkin inn þá kortur í seinna eru eiginlega allir flokkarnir komnir með stefnu danska þjóðarflokks Akkurat það líka þannig En það sem samt sem áður að kannski að eins og ég var að tala að þessi strategíur gagvart öfgahærinu að þær hafi ekki verið að ganga upp og það hefur ekki verið að ganga sérstaklega vel fyrir kristilega demókrata að taka upp þessa innflytjenda andúð og andúð á útlendingum og þú sér það skýrlega til dæmis þessu kosningunum í Hollandi núna þar sem að flokkur Mark Rutte ætla að yfirbjóða Geert Wilders og af hverju að kjósa fake rasistan þegar þú getur kosið alvöru rasistan Við sjáum þetta á Íslandi þegar að Bjarni Benediktsson að reyna að draga sjálfstæðisflokkin inn á þessa braut eina sem að gerist það að miðflokkurinn orðið þriðji stærsti flokkurinn Já, þú normaliserar ákveðna umræðu og þú sér núna bara 3%, 4% á sjálfstæðisflokknum og miðflokknum á meðan það munar 12% á sjálfstæðisflokknum og samfélkingunum En það er alltaf svona delay faktor á Íslandi
en ef maður væri að veita valhull ráðgjöf þá þetta ekki strategía sem hefur reynst kristilegum demókrötum, svona hefðbundnum konservatív flokkum sérstaklega vel. Þetta hefur heldur ekki reynst sósíaldemókrötum vel, eins og hún hún Frederiksen í Danmörku. Sem að ég raun og sko, þú tekur einhverja inn en þú demótiverar svo mikið af þínu sko core fylgi, af þínum sko base fylgi. Að þú veist, fólk sem af hverju á ég að fara að kjósa sósíaldemókrata flokki sem ég alltaf kosið út af þegar núna á móti, þú veist, útlendingum. Sem sjást núna til þessi Evrópukosningunum þar sem að sósíalíski þjóðarflokkurinn fékk mest fylgi í Danmörku. Þetta sést líka að það einhverju góðsönnur í Íslandi að Mette hafi náð einhverjum kosningasigrum. Hún náði einu sinni að hreyfa fylgið 1,7%, en síðan hefur hún bara meira og minna verið í vörn og hún með afleita stöðu í öllum skoðanakönnunum núna og komið með þennan stóra sögufræða flokk í tóm vandræði og hún neðar í fylginu, hann hefur nokkuð tíma verið í sögunni. En þetta strategi sem ekki að virka og það þá sko hvernig þá nærðu þá til fólks og fólk að mótmæla og þú veist og fólk og það ekki ástæðulaust? Nei, það ekki ástæðulaust, fólk ekki vitlaust en það sko reyndar sko að rannsóknir í stjórnmálafræði sína sko að ef þú spyrir kjósendur ákveðin málaflokk til dæmis segjum bara heilbrigðismál, efnahagsmál, vinnumarkaðin þess áttar og þú berð saman sko hvernig staðan á vinnumarkaðinum, heilbrigðismálum og efnahagsmálum raunverulega hvernig kjósendur meta það sé, þá nokkuð gott samræmi þar á milli. Hins vegar að þú ferð yfir í sko innflytjendamál og spyrir fólk hvernig staða innflytjendamál og hvernig það í raunverulega, að það allt í kross þú veist, og allt leyfilegt og það náttúrulega sko á þeim slóðum sem að ákveðnir aðilar hafa verið að fiska en sko ég held að strategían hljóta alltaf að vera það að gera ríkisvaldið að færa það nær fólki og að það sé sko að fólk finni að það sé að virka fyrir það. Líka ríkisvaldið sé stjórnmálaarmur okkar, ég held að sé almenn, mjög útbreidd skoðun á Íslandi að það sé kannski ekki þannig. Við erum að sjá þingið dæli í gegnum lög sem að raunverulega fyrst og fremst mæta sko hagsmunum fyrirtækja í lagseldi við getum ekki leyst húsnæðiskreppuna því að það þarf einhvern veginn að venda stöðu leigusala og verktaka en þetta svona mixed bag en síðan aftur á móti sko, getur þú fyllt út skattframtalið þitt á einu kvöldu og venjulegu launamaður og þú veist, og það alls konar svona þjónusta hjá, þú veist, ég get fengið vegabréfið mitt á einum degi, þú veist, það alveg frábært en ég meina, ég held líka bara með Ísland það virkar ekki þannig í Þýskalandi? Nei, það virkar ekki þannig í Þýskalandi og ég ger mig far það því það að tala við sko fólki í þjónustustörfum hérna á Íslandi að segja hversu ánægður ég með þessa snörpu og góðu þjónustu sem ég fæ hérna út af þetta væri ekki búið í Þýskalandi. Herðu, ég ætla aðeins að því að við vorum að tala Úkraínustríðið og kannski erum við líka að ræða svona hvernig stjórnmálakerfin mæta nýjum raunveruleika. Fyrir innrásina fyrir rúmum 2 árum að þá var það líklega ríkjandi trú í Þýskalandi að leiðin til þess að skapa frið væri að stunda viðskipti og vinsamleg samskipti við sem flesta og það væri leiðin til þess að hafa frið í Evrópu væri að hafa viðskipti og samskipti við Rússa. Síðan allt í einu, bara einni nóttu, hverfur þessi hugmynd. Allt í einu þetta mesta heimska sem að nokkur hefur sagt og þú nefndir áðan að það var efasemdir í Þýskalandi hvort að sko efnaðskerfi gæti sko byggst á því að selja svona íhluti og það sem að þjóðverðarnir eru góðir í það að búa til Kína og þetta náttúrulega algjör viðsnúningur í bara hugmyndum öryggi í samfélagunum, hugmyndur alþjóðaviðskipti þetta algjör umsnúningur í hugmyndunum. Gerðist þetta bara allt í einu á einni nóttu eða er rík umræða í Þýskalandi hvað í þessu felst? Það mikil umræða í Þýskalandi þú veist, hvað felst í þessu allir sem að vilja vita hver
stór vandamálin eru og þetta voru ekki alveg bara Þjóðverjar, þetta náttúrulega bara sko, end of history sagan og sem við getum farið með alveg aftur til bara Kant, sko, perpetual peace og ég menna þú veist grundvöllurinn á Evrópusambandinu líka og friðurinn og allt það en sko en kapitalismin einn og sér greinilega ekki nægilegur þetta þarf að vera á milli ríkja þar sem að stjórnarfarið einhverju leyti svipað en sko það sem að kannski háir sko Þjóðverjum það rosalega erfitt fyrir Þjóðverja að snúa við skipinu. Þetta svona alveg eins og olíutankur. Það svo erfitt fyrir það að taka ákvarðanir og keyra breytingar í gegn og þetta eitthvað sem Íslendingur sko, þetta algjörlega sko, ég man að í doktorsnáminu mínu þá sagði ég að það væri eitt frasi sem mér leittist alltaf svo í Íslandi sem að væri þetta reddast og þá sagði kollegi minn þýskur það sem ég þól ekki þegar landsliðsþjálfarinn og kanslarinn segja við haben unsere Hausaufgabe gemacht við erum búin að vinna heimavinnunum okkar og Þjóðverjar eru alltaf bara einhvern veginn fastir í að vinna heimavinnunum og taka ekki ákvarðanir þannig að og það líka með Þjóðverja kannski hugsaðu það svakalegt áfall sem þau lenda í eftir seinni heimsstyrjöldina og flóttamannastraumurinn sem þar og allar borginnar í rúst og þetta kynslóða tráma sem þarna og að síðan þá hefur vöxturinn bara verið nokkuð góður og sko ákveðinleiti hafa Þjóðverjar sko einhver sem búin að ganga í gegnum efnahagskrísu hérna í Íslandi að Þjóðverjar kannski búin að hafa allt of gott, allt of lengi sársaukaþröskuldurinn svo lítið hjá þeim og síðan svona barið inn í þau sko að alltaf að fylgja reglunum og þú veist að svona dýnamík til sköpunar til þess að hugsa eitthvað öðruvísi til þess að breyta upp einhverju nýju brjóta blað það svolítið svona sem að þvælast fyrir Þjóðverjum núna og síðan náttúrulega bara viðskiptalífið náttúrulega bara með rosalega sterk ítök í stjórnmálunum. Það hefur líka verið sterkt samráð á milli verkalýðshreyfingarinnar, viðskiptalífsins og stjórnmáluna og einhvern veginn að sá kompakt sem að hefur haldið og hann hélt í gegnum mjög umdelda breytingar sem Schröder gerði á sínum tíma á vinnulöggjöfinni sko, en það hefur samt einhvern veginn haldið að það byrjað að gefa eftir og það erfitt að sjá sko, því stjórnvöld taka einhverja drastískar ákvarðanir sem að muna hafa slæm áhrif á framleiðslu Volkswagen í Kína sem langstærsti markaður Volkswagen og BMW og Mercedes sko. Þannig að En nú veit maður það að það í Bandaríkjunum skilgreina menn öryggis stöðu sína þannig að þau verði að halda Kína niðri að óska andstæðingur Bandaríkjanna núna orðið Kína og þetta vesi með Rússland eiginlega bara þvælast fyrir maður getur ekki alveg séð það fyrir sig að sé endilega þannig að það sé jafnframt hagsmunir Evrópu að gera Kína að andstæðingi sínum þó svo að maður skilji alveg sjónarmið sko Bandaríkjanna, þeir vilja bara ekki heimsveldi rísi upp í öðrum hlutum heimsins sem að getur síðan ógnað Bandaríkjunum á sínum heimavelli. Þetta var nú sko loka, svona átti að vera loka signature svona pólisían hennar Merkel var fríverslunarsamningur Evrópusambandsins og Kína sem að sökk nú bara ofan í sjó og það náttúrulega svona ákveðið ambivalens í Þýskalandi sko gagnvart kínversku markaði og það ég meina þetta jafnvægiskunst en ég meina hvað átt að gera ef það brjótast út átök við Tævan og það eru efnahagsþvinganir á Kína þú veist líka það vitum alveg hvernig einræðisríki enda þú veist að einræðis að umkringja sig með jámönnum og byrja að taka vitlausar ákvarðanir og það sem að var í raun og veru sérstakt við sko kínverska kommunistaflokki var að hann var búinn að setja upp mjög svona solid kerfi hvernig sko hver ætti að taka við á fætur öðrum og það búið að eyðileggja það kerfi þetta fundamental sko veikleikin í einræðiskerfum
og þannig að sko, og núna ertu ekki með sama hagvöxtin sem þú varst með í Kína, þú ert búin að sko kynda undir sko svakalegri þjóðernishyggju þar sem hefur komið í staðinn fyrir ídalógíu kommunisman sko til að fylla upp í það, og þú ert með atvinnuleysi meðal ungs fólks, og ég meina þú veist þá er rosalega fínt að fara í eitthvað stríð sem að sko til að fá fólk á bakvið þig, og þú bara, og þú veist Xi og fólki í kringum hann er þar sko, getur þú stólað á það sem þetta fólk er að segja sko. Þannig að ég held að Þjóðverjar muni náttúrulega gera það að einhverju leyti, að það sem svo kallar er sko onshora eða friendshora, að reyna að færa framleiðsluna meira til svona vinveittra ríkja sko. Merkel, hún náttúrulega hennar stefna var að halda góðu sambandi við Rússland og Kína. Eins og Ólafur Ragnar. Já. Hver er þá hennar svona arfleiði núna? Hún heitur að vera bara að brenna upp í Þýskalandi? Hún er náttúrulega mjög umdeild sko, hvað það var, hún hætti, þetta leit allt rosalega flott út þegar hún hætti, en síðan einhvern veginn svona tóku örleginn í völdin og sýndu fram á flónsku þessara stefnumála. En það sem að sko samt sem að þrátt fyrir að hún hafi tekið geopolítiska ákvarðanir sem að voru ekki góðar, þá kannski samt sem áður margt sem að liggur eftir hana, þú veist, að liggur eftir hana að umdeildar ákvarðanir. Ég meina, hún tryggði börnum undir 2 ára og eldri leikskólavist, og lagði niður herþjónustu og bannaði ákvað að feysa út til dæmis kjarnorku orku. Þetta er allt saman undir ákvarðanir. En ég meina sko, það er líka það sem allavega það sem Merkel var, og það sem Þjóðverjarnir, og það er kannski svolítið skrítið að segja, að sko, Þjóðverjarnir þurfa sterka leiðtoga. Ég veit að þeir hafa brennt sig á því, sko, en ef þú lítur aftur á söguna, sko, Adenauer, Schmidt, Willy Brandt, Schröder, Kohl, Angela Merkel, þetta er allt stórir leiðtogar, mikli leiðtogar. Olaf Scholz er það ekki. Þú veist, hann er svona gerir svona robotolk og er svona einhver svona búrókrat frá Hamburg sko. Og það er svolítið svona sem að vantar, og það er einhvern veginn sem að horfir í pólitíska sviðið á Þýskalandi núna, það er engin þannig augljós kandidat. Ragnar, takk fyrir að taka okkur til Þýskalands. Já, mín var ánægð. Já, við þökkum Ragnari kærlega fyrir komuna og öllum gestunum sem hingað hafa komið, og ég þakka Birni Þorláks fyrir að hafa tekið hér viðtal í þættinum, og Laufeyju fyrir að taka upp og senda út, og ykkur kærlega fyrir að hlusta og breyta þessum samtölum okkar í fjölmiðlun. Þið getið hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfið. Dreifikerfið samstjórnarna hefur byggst upp á góðri afspurn. Það gerist með því að þið segið ykkur frá, vinum eða vandamönnum, frá efni sem ykkur líkar, og þau kíkja á það og þar með stækka dreifikerfið. Þið getið bent á að við séum á Facebook, á YouTube, báðum stöðum undir nafni Samstöðunar. Við erum á öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni Samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á 89,1 á FM á Stórhöfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útasendingar á spilaran, spilari.net spilari.is á netinu, en spilari líka app sem að má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðuna, og reyndar allar íslenskar útastöðar hvað sem er í heiminum. Það sem er net á annan borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman, fjarskiptafyrirtækið. Þar er við númer 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðunni sem eru 24 tímar á sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins samfélagsumræði við þetta rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðarinnar. Það eru áhorfendur og áheyrendur og lesendur, að þeir hluti þeirra sem hafa gerst áskrifendur sem að eiga Samstöðuna. Það kostar 2.500 krónur að gerast áskrifandi. Þið getið gert það með því að fara inn á samstöðun.is. Það er hnappur sem ástendur áskrift, og skráðu ykkur þar. Þið megi borga meirið þið viljið, og þið sem að kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, og það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. Allt sem að þið sjáuð hér og heyrið er í boði áskrifenda, og við þökkum kærlega fyrir. Ef að þú vilt taka þátt í að byggja upp Samstöðuna, næstu verkefni okkar er að
að setja hér fréttir, sjónvarpsfréttir og útvarpsfréttir á dagskrá. Við erum að vinna því að sækja okkur afl til þess að geta gert það fljótlega eftir verslunarhelgi. Ef þú vilt taka þátt í þeirri uppbyggingu að þá hvet ég til þess að gerast áskrifandi sem allra fyrst. En þetta komið nóg í bili. Ég verð hér næst við rauðaborðið klukkan 8 á morgun og segi góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.